Nú kemur hérna this meeting is, já, gott eitt hérna, já, að merkja það. Við erum bara með opið á meðan að fólk að tínast inn. Bergmála því að ég með þetta... Nei, það allt í fína lagi með þig. Já, það best að Það ég var ekkert. Já, í ruslinu birtist þetta ekki. Fundur settur á 64. kirkjuþingi. Þetta fjarfundur sem haldinn 5. maí 2023 og þetta 11. fundur kirkjuþings og það nú þar með settur. Fyrsta eru 2 tilkynningar og svo fyrri frá Stefáni Magnússyni og gef ég honum nú orðið. Forseti, í mars síðastliðinn lögðum við hópur þingfulltrúar fram mál nr. 44, tillögur á starfsreglum breytingar á starfsreglum kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa. Gengu tillögurnar út á að afnema tilnefningarferli við biskups og vígslubiskupskjör. Þetta mál í löggjafarnefnd en kemur ekki til afgreiðslu nú í dag. Það þýðir að málið yrði ekki afgreitt fyrr en í haust á októberþingi. Við höfum því ákveðið að draga málið tilbaka núna en áskiljum okkur rétt til þess að leggja það fram aftur í haust. Það ekki ásættanlegt að mál séu söltuð í nefnd, hvort sem það vegna aðstæðna í þinghaldi eins og tímaskorti eða af öðrum ómálefnalegum ástæðum. Takk. Takk fyrir. Ég vil geta þess að ef einhver vill taka málið upp, einhver þingmaður, þá getur hann gert það. En þá bara málið dregið tilbaka og kemur þá nýtt inn í haust. Og þá það hérna smá tilkynning frá 3 manna nefndinni sem við kusum í vor. Og það Óskar Magnússon sem ætlar aðeins að segja okkur smávegis bara frá því en það verður ekki til umræðu. Þetta bara svona aðeins smá yfirlit. Óskar, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Heyrið í mér? Já. Þegar þessi nefnd var skipuð, hún sem sagt skipuð mér og Elínborgu Sturludóttur og Magnúsi Erlingssyni og henni var sem sagt falið það hlutverk að skoða stjórnskipulag kirkjunnar og ýmsar af þeim tillögum sem frammi liggja í þeim efnum og það lá svo sem ljóst fyrir þá þegar að ef það yrði þing á þessum tíma sem nú að þá kannski væri nú ekki við því að búast að nefndin hefði niðurstöðu en það var rætt það að við myndum skila á þessu tímapunkti áfangaskýrslu og það í rauninni það sem ég að gera núna bara með munnlegum hætti og það sem sagt stuttur tími liðinn og auk þess páskar á milli og allt en enga síður þá hefur þessi nefnd unnið ágætlega og haldið fundi formlega og auk þess heilmikil óformleg samskipti og sérstaklega hefur nefndin og þá einhverjum kollegar mínir unnið öttulega í ýmiss konar gagnaöflun, þar að segja að það hefur verið skoðað fræðilegu grunnur kirkna sem við viljum líkjast og teljum okkur tilheyra í samfélaginu og það hefur líka verið skoðað það sem á undan gengið innan okkar samtaka, innan þjóðkirkjunnar og þannig að það töluverð gagnaöflun sem hefur farið fram sem sagt bæði hérlendis og hvað varðar önnur lönd. Í þessar vinnu fengum við með okkur Bjarna Snæbjörn Jónsson sem hefur unnið fyrir kirkjuna áður og reyndar eitthvað að vinna fyrir hana í ýmsum skipulagsmálum og hann hefur svona haldið í hendina á okkur við þetta og í stuttu máli þá ekki annað að segja þetta en það að það ekki neinar efnislegar tillögur eða upplýsingar á þessum fundi núna
Það sem að ég vil bara segja ykkur að það er þessi vinna hefur gengið ágætlega og það er mjög góð samstaða í þessum hópi sem er samsett af tveimur lærðum og einum leikum og ég vænti þess að þessi nefnd muni skila niðurstöðu sem að verði samdóma þegar að því kemur. En eins og ég segi, það er ekki tímabært að hreyfa því hvað efnislega kunna að fela í því bæði á það eftir að skoðast betur í nefndinni sjálfri og hugsanlega víðar áður en að það er lagt fram. Þannig að þetta eru ekki ítarlegar upplýsingar en ágætar fréttir að ég tel fyrir okkur öll. Já, þakka þér fyrir Óskar. Þá tökum við fyrir fyrsta mál á dagskrá í rauninni, það er 43. mál. Það er ársreikningur þjóðkirkjunnar 2022, það er síðari umræða. Málið er frá fjárhagsnefnd og framsögumaður það stendur á Guðni Már Harðarson en hann er ekki. Hver verður framsögumaður? Fjárhagsnefndar fólk. Einar Már. Ég skal bara afgreiða þetta er fljótgert. Já, gjörðu svo vel. Svo bjarga þessu. Guðni er upptekinn og greinilega ekki náð að koma, hann kemur fljótlega, gerir ráð fyrir. En fjárhagsnefndin hefur sem fjallað málið, þar að segja ársreikningin, og leggur til að verði samþykkt óbreytt og undir þetta ritar öll nefndin, þannig að einfaldara getur það ekki verið. Forseti góður. Þá hefur framsögumaður lokið máli sínu, orðið er laust. Gefið þið merki með hendi ef að þið viljið taka til máls. Það er engin hönd á lofti, þannig að forseti lítur þá svo á að umræðu sé lokið og hvert þá ársreikningin upp til samþykktar þessi geta samþykkt, hann gjörðu svo vel að gefa merki. Er einhver á móti? Ársreikningur þjóðkirkjunnar 2022 er samþykktur samhljóða og er þannig afgreiddur frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 51. mál. Það er tillaga til þingsályktunar sölu fasteigna innan Sviga, Spilda og landi Mosfells í Grímsnesi. Það er síðari umræða. Má þetta koma eftir? Já, ég verð að fresta þessu því að það eftir að fá þetta. Já, er að fresta þessu, þá er tekið fyrir 52. mál. Og það er tillaga starfsreglum meðferð mála og aðgerðir varða einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi, ámælisverða og refsiverða, háttsemi innan þjóðkirkjunnar. Það er fyrri umræða og framsögumaður er Agnes M. Sigurðardóttir og hún flytur málið og gefi henni nú orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég flyt þetta mál og ætla að lesa þessa tillögu sem er í raun og veru nýtt mál þó að það hefur verið til starfsreglur þetta áður. Fyrsti kafli gildissvið og orðskýringar. Fyrsta grein markmið starfsreglna þessara er að tryggja að fagleg úrræði séu til staðar ef uppkoma atvik verða einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi, ámælisverða og refsiverða háttsemi í þjóðkirkjunni. Önnur greinin fjallar gildissvið. Starfsreglur þessar ná til víðra þjóna íslensku þjóðkirkjunnar og annarra starfsmanna í launuðum og ólaunuðum störfum innan sókna og stofnana þjóðkirkjunnar. Auk kjörinna fulltrúa þeirra er valin hafa verið til trúnaðarstarfa hvort sem starf þeirra fer fram í húsnæði þjóðkirkjunnar eða annars staðar. Jafnframt gilda þær öll störf sem tengjast starfsemi og verkefni þjóðkirkjunnar, svo sem að ráðstefnum, námskeiðum, ferðalögum og öðrum samkomum. Starfsemi utanaðkomandi aðila í húsnæði þjóðkirkjunnar fellur ekki undir starfsreglur þessar. Starfsreglur þessar gilda meðferð mála og aðgerðir varða einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi, ámælisverða eða refsiverða háttsemi sem á sér stað í starfsemi þjóðkirkjunnar. Starfsreglur þessar gilda einnig meðferð mála og aðgerðir varða siðferðilega ámælisverða háttsemi sem brýtur í bága við siðareglur víðra þjóna og annars starfsfólks þjóðkirkjunnar eins og þær eru samþykktar af kirkjunni hverju sinni. Þriðja greinin aðild.
Hverjum þeim sem tekur þátt í starfsemi þjóðkirkjunnar og býr yfir vitneskju ætlað kynferðisbrot eða annað ofbeldi gegn barni skilyrðislaust skylt að tilkynna slíkt samkvæmt gildandi lögum til lögreglu og eða barnaverndaryfirvalda. Hver sem telur starfsmann þjóðkirkjunnar hafa mögulega orðið uppvísar að háttsemi sem starfsmanni þessara siðareglur víða þjóna og annars starfsfólk þjóðkirkjunnar taka til getur borið málið til ákæruteimi. Starfsmenn sem verða fyrir einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi, ámælisverðri eða refsiverðri háttsemi innan þjóðkirkjunnar verða varir við eða hafa rökstuddan grun eða vitneskju um slíka háttsemi í starfsemi þjóðkirkjunnar ber samkvæmt starfsmönnum þessum með vísan til 9. greinar reglugerðar númer 1009/2015 aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum að tilkynna það svo hægt sé að bregðast við því með réttum hætti. Síðan er 4. greinin orðskýringar. Í starfsreglu þessum merking eftirfarandi orða sem hér segir, samanber lög um jafna stöðu og jafna rétt kynjanna númer 150/2020, lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum númer 46/1980 og reglugerð velferðarráðuneytisins númer 1009/2015 aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Síðan koma skýringar við þessi orð sem þarna eru, einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi. Og síðan í starfsreglum þessum og verkfræðslegnum byggðum á þeim merking eftirfarandi orða sem hér segir og það var talað tilkynnanda, þolanda, geranda, starfsmann, aðila máls, starfsemi þjóðkirkjunnar, vinnustað, aðgerðateymi, áreitni, háttsemi, ámælisverða háttsemi, refsiverða háttsemi, blygðunarsemi, kynferðisbrot og brot gegn barni og þetta allt skýrt í þessari 4. grein. Síðan kemur annar kaflinn, hann fjallar teymið sem nú kallað aðgerðateymi, skipan aðgerðateymis og hæfi fulltrúa aðgerðateymisins. 5. greinin fjallar skipun. Biskup skipar 3 fulltrúa aðgerðateymi þjóðkirkjunnar og 3 til vara. Hyggist biskup skipa 9 fulltrúa aðgerðateymi skal það gert með 6 mánaða fyrirvara. Og aðgerðateyminu skulu hvorki vera vígðir þjónar kirkjunnar, nýja sérþjónustuprestar sem ráðnir hafa verið á vegum stofnana eða félagasamtaka, nýjað öðru leyti fastráðnir starfsmenn kirkjunnar eða þeir sem sinnaður trúnaðarstörfum fyrir kirkjuna. Þeir sem skipaðir í aðgerðateymi þjóðkirkjunnar skulu vera sérfróðir þau mál fjallar undir starfsreglur þessar og skal að minnsta kosti einn þeirra vera löglærður. Skal sá vera formaður aðgerðateymisins. Skipun í aðgerðateymi skal gætt að ákvæðum 19. greinar laga stöðu stjórn og jafnarétt kynjanna jafna stöðu og jafnarétt kynjanna númer 150/2020. Og í 6. grein fjallað hæfi fulltrúa aðgerðateymisins. Hver sá sem situr í aðgerðateymi þjóðkirkjunnar má ekki eiga neina aðkomu að máli sem varðar hann persónulega eða ef aðstæður eru fyrir hendi sem eru til þess fallnar að draga útreikning hans í efa með réttum. Eigi þó vanhæfi að ræða ef þeir hagsmunir sem máli snýst eru það smávægilegir eða eðli málsins með þeim hætti að hvorki talin hætta á að ómálefnaleg sjónarmið hafa áhrif á afgreiðslu málsins. Það leiðir ekki til vanhæfis til afgreiðslu máls þegar mál varðar almenna þjóðkirkjulega hagsmuni þegar þeir sem skráðir eru í þjóðkirkjuna verða taldir eiga svipaðar hagsmuni þeirra. Fulltrúar aðgerðateymis skulu án tafar vekja athygli á ástæðum sem kunna að valda vanhæfi þeirra og sker formaður aðgerðateymisins úr. Leiki vafi á hæfi formanns aðgerðateymis skulu aðrir fulltrúar aðgerðateymisins í sameiningu skera úr við það. Síðan fjallar 3. kaflinn hlutverk aðgerðateymis þjóðkirkjunnar og málsmeðferð. Þá fjallað fyrst hlutverk í 7. grein. Hlutverk aðgerðateymisins að taka við tilkynningum varða einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi, ámælisverða og refsiverða háttsemi í starfsemi þjóðkirkjunnar, kanna þær ávirðingar sem þar koma fram og grípa til þeirra aðgerða
sem starfsreglur þessar lög mæla fyrir um. Og svo eftir því sem við skal á aðgerðateymi grípa til aðgerða og ljúka meðferð máls sem hefur verið tilkynnt til þess með eftirfarandi hætti. Og það hann talið upp með bréfi, með gerð álits, með sáttameðferð og kæru til lögreglu ef barn er að ræða. Og með því að leiðbeina málsaðila. Númer 2. Taka ákvörðun hvort nauðsynlegt sé að vinnuskilyrði málsaðila sé breytt á meðan könnun málsins fram og eða hvort grípa þurfi til annarra tímabundinna öryggisráðstafana. Skal þá gert meðalhófs og ekki farið strangari sakirnar en nauðsyn ber til. 3. Taka til umfjöllunar mál sem úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar eða biskup Íslands kunna að vísa til aðgerðateymisins og veita þeim þá ráðgjöf í slíkum málum. 4. Þegar biskupi til ráðgjafar öll mál kunna að verða háttsemi sem fellur undir starfsreglur þessar. Og 5. Veita biskupi árlega upplýsingar starf aðgerðateymisins og koma ábendingar ef aðgerðateymi telur að breyta þurfi starfsreglur þessum eða stefnu þjóðkirkjunnar. Í 8. greininni fjallað málsmeðferð. Og þar stendur aðgerðateymið skal veita þeim sem til þess leita nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar varðandi þau mál sem snerta starfsvið þess. Berist aðgerðateyminu skriflegt erindi sem ekki snerti starfsvið þess, skal það í samráði við sendanda framsenda erindið á rétta stað svo fljótt sem unnt er. Óheimilt að mismuna málsaðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða byggðum á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum. Við könnun áverðinga og meðferð máls skal aðgerðateymi gæta nærfærni og huga eftir föngum að einkalífi málsaðila og persónuvernd. Aðgerðateymið skal virða óskir þolanda að hætta könnun máls, enda standi lög því ekki vegi. Aðgerðateymið skal eins og við verður komið sjá til þessa máls sem hefur verið tilkynnt til þess sé nægjanlega upplýst áður meðferð þessu lokið. Við úrlausn mála skal aðgerðateymi gæta hlutleysis, samræmis og jafnræðis eftir því sem við á. Aðgerðateymi til svara gagnvart fjölmiðlum og öðrum aðilum eftir því sem við á mál sem það hefur til meðferðar og að jafnaði formaður þessi fyrir svari. Aðgerðateymi skal tilkynna biskup móttökur tilkynningar án tafar sem og afdrif máls þegar málsmeðferð lýkur. Þá skal aðgerðateymið veita biskup upplýsingar framvindu málsins eftir því er óskað. Aðgerðateymið skal meta hvort nauðsynlegt sé að gæta nafnleyndar málsaðila, vitna og annarra koma málum í gögnum sem það deilir. Störf aðgerðateymisins og meðferð mála fer að öðru leyti eftir verklagsreglum sem aðgerðateymið skal setja í samráði við biskup, tekur mið á stjórnsýslulögum og lögum meðferð einkamál og sakamál eftir sinni land. Og svo 9. greinin fjallar fræðslu og forvarnir og biskupsstofa skal annast leiðbeiningar og fræðslu til starfsfólks þjóðkirkjunnar og stefnu þjóðkirkjunnar, verklag og verkferla í málum þeir sem heyra undir starfsreglur þessar. Aðgerðateymi skal vera biskupsstofu til ráðgjafar og aðstoðar fræðslu og forvarnir sem heyra undir starfsreglur þessar. Svo í 4. kaflanum fjallað aðstoð fagaðila og ég ætla ekki að lesa það en í 5. kafla trúnaðarskyldur, aðgang að gögnum aðgerðateymis og varðveislugagna. Þá 11. grein trúnaðarskyldur, mæli lög ekki á annan veg, fulltrúi aðgerðateyminu öðrum þeim sem að málum koma skylt að gera fagmælsku einstök mál og óheimilt að veita óviðkomandi aðilum upplýsingar þau. Fara skal með öll gögn og upplýsingar sem tengjast einstökum málum í samræmi við gildandi ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Fulltrúi aðgerðateyminu ber að halda trúnað eftir því sem þeir láta störfum. Svo 12. greinin aðgangur að gögnum, aðgang að upplýsingum einstök mál, þegar gildandi lögum á hverjum tíma. Aðgerðateymið getur óskað eftir gögnum frá starfseiningu þjóðkirkjunnar varða mál sem það hefur til meðferðar. 13. greinin fjallar varðveislu gagna. Aðgerðateymið geymir vinnuskjöl máls í 2 ár
frá því að meðferð máls lýkur hjá aðgerðateyminu á grundvelli skriflegs samþykkis aðila máls. Veiti aðilar ekki samþykki fyrir slíkri gagnageymslu er gögnum 1 að undanskilinni niðurstöðu máls sem fram kemur í bréfi eða áliti aðgerðateymisins sem annars vegar er afhent aðilum máls og hins vegar biskupsstofu og þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar. Aðgerðateymið og þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar gera með þessi vinnslusamning miðað við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga númer 90 frá 2018, þar sem meðal annars er kveðið á skil og eyðingu gagna er fulltrúar aðgerðateymis láta störfum. 7. kaflanum er svo þóknun og kostnaður vegna aðgerðateymisins og það er 14. greinin þóknun aðgerðateymis þjóðkirkjunnar fyrir störf sín og annan kostnað vegna starfa aðgerðateymisins fer samkvæmt ákvörðun kæranefndar þjóðkirkjunnar. Í 7. kaflanum er 15. grein gildistaka og starfsreglur þessar sem settar eru samkvæmt heimild í 8. grein laga um þjóðkirkjuna númer 77 frá 2021 öðlast gildi við birtingu frá sama tíma falla úr gildi starfsreglur aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundin áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota með þjóðkirkjuna númer 330 frá 2019 með síðari breytingum. Síðan er hérna greinargerð sem fylgir þessu og ég ætla nú að fara yfir hana líka. Samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og 46 frá 1980 ber vinnuveitanda meðal annars að sjá til þess að gripið verði til aðgerða gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi, samanber einnig reglugerð númer 1009 frá 2015 aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum, hér eftir nefnd EPPO-reglugerð. Samræmi við þessa lagaskyldu voru á kirkjuþingi 2019 samþykktar starfsreglur um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar númer 330 frá 2019, samanber starfsreglur númer 1158 frá 2020. Gert er ráð fyrir í F-lið 2. málsgreinar 7. greinar reglnanna að teymi þjóðkirkjunnar komi með ábendingar ef það telji þörf sé að breyta starfsreglunum eða stefnu þjóðkirkjunnar aðgerðirnar og með hliðsjón af því að þeirri reynslu sem komin er á störf teymisins var ráðist í gerð nýrra starfsreglna í samráði við fulltrúa í teyminu sem töldu endurskoðun á þeim tímabæra. Markmiðið með endurskoðuninni var aðallega að skerpa á hlutverki teymis þjóðkirkjunnar og ramma verklags þess. Talið var rétt að leggja fram tillögur að nýjum starfsreglum í stað þess að breyta gildandi starfsreglum þar sem fyrir lá að heildarendurskoðun var nauðsynleg bæði á starfsreglunum svo að stefnu þjóðkirkjunnar aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar sem samþykkt var á kirkjuþingi 2018 en þeirri stefnu fylgdi einnig fylgiskjal. Ekki er að öllu leyti samræmi milli skjalanna þriggja. Því þótti nauðsynlegt að endurskoða og samræma heildstætt efni þessara skjala og marka þeim skýran ramma hverju fyrir sig. Þegar umfang breytinganna lá fyrir þótti réttar að leggja fram tillögu að nýjum starfsreglum til samþykkta fyrir kirkjuþing sem og stefnu í stað þess að leggja fram breytingatillögu gildandi starfsreglum og stefnum. Var talið að sú leið væri markvissari og skýrari. Auk þess að slík framsetning væri auðveldari til þinglegri meðferðar. Starfsreglum þessum er hlutverki og starfi teymis þjóðkirkjunnar sem lagt er til að verða framvegis nefnt aðgerðateymi þjóðkirkjunnar, markaði skilammi, en gert er ráð fyrir því að nánari útfærsla á meðferð mála hjá því verði sett fram í verklagsreglum þess sem biskup Íslands samþykkir. Ekki gert ráð fyrir því að heimildir og hlutverk aðgerðateymisins séu víðtækar en í núgildandi reglum eða að öðru leyti því að gert er ráð fyrir að það geti framvegis metið hvort haft sé við meintra gerenda brjóti gegn siðareglum víðra þjónu og annars starfsfólks þjóðkirkjunnar sem samþykktar voru kirkjuþingi 2009 samanber breytingar á kirkjuþingi 2013-18. Jafnframt aðgerðateyminu verði heimilt að taka mál til óformlegrar meðferðar það er ljúka málum án þess að skila af sér formlegu áliti sem og leita sátt á milli aðila. Ljóst er að verklagsreglur aðgerðateymisins verða alltaf að vera í samræmi við starfsreglur þess sem kirkjuþing samþykkti
í hverju sinni. Helstu nýmæli fyrirliggjandi tillagna eru þessar. Í fyrsta lagi eins og áður er getið, lagt til að nafn teymisþjóðkirkjunnar verði aðgerðarteymi. Fyrra heitið þótti óþjált í notkun og ekki lýsandi fyrir hlutverk þess, auk þess að þetta gæti valdið misskilningi innan þjóðkirkjunnar þar sem fleiri teymi kunna starfa. Heitið aðgerðarteymi þykir lýsa með eigin tilgangi þess veg, það er að grípa til aðgerða þegar fram koma ávirðingar ósættanlega hegðun í starfsemi þjóðkirkjunnar. Í öðru lagi lagt til í 7. grein tillögunnar að aðgerðarteyminu verði heimilt að leita lausna í málum sem það fer til úrlausnar með sáttameðferð á milli málsaðila eða með óformlegri meðferð. Í óformlegri meðferð felst að gripið er til annarra aðgerða en að aðgerðarteymi skili rökstuddu áliti til biskups, svo sem með því að eiga samtali við meinta gerendur eða benda á leiðir til útbóta í samskiptum, verklagi, verkaskiptingu eða fyrirkomulagi af starfsmenn. Tillaga þessi er gerð í ljósi reynslunar á þeim málum sem hefur verið vísað til teymisþjóðkirkjunnar. Oft hafa þolendur ekki viljað að hafi sér formleg könnun á hegðun meints geranda, heldur fremur að kalla væri eftir viðurkenning á því að farið hafi verið yfir mörk þeirra og að leitað sé leiða til að bæta samskipti og að meintum geranda sé gert ljóst. Hann þurfi að gæta meiri nærgætni í samskiptum á þess að margt þolanda sé upplýst. Breytingar sem eru lagðar til verið að mæta þessum þolendum sem og að gefa meintum gerendum tækifæri á að bæta ráðsitt og læra reynslunni. Í þriðja lagi með tillögunni störfum og hlutverki aðgerðarteymisins settur skýr rammi en gert er ráð fyrir því að nánari útfærslu meðferð mála hjá aðgerðarteyminu verða að finna í verklagsreglum sem það setur sér sjálf og biskupssamningi. Rétt þykir að nánar útfærsla framkvæmd starfa aðgerðarteymisins þurfi ekki að hljóta samþykki í kirkjuþings hverju sinni, svo sem hvernig samskiptum málsaðila skuli háttað, uppsetning forma og bréfa og svo framvegis. Þá þykir nauðsynlegt að aðgerðarteymið hafi nokkurt sveigjanleika til að marka hvaða verklag er heppilegt hverju sinni, sem og hafa möguleika á að bregðast skjótt við og aðlaga og breyta verklagi sínu. Til dæmis hefur ljóst kemur að það sé óþjált í reynd, breytingar verða lagaumhverfi eða tækniframfæri geti auðvelda störf þess. Þá sá varnagli er þó sleginn, verklag aðgerðarteymisins og allar breytingar á því skuli þurfa samþykki biskups. Ítrekað er að í þessu fyrirkomulagi er ekki verið að framselja vald kirkjuþings í þessu málaflokki, heldur einungis verið að tryggja ákveðinn sveigjanleika í daglegu störfum aðgerðarteymisins. Í fjórða lagi í tillögunni felld niður sú heimild sem að finna í D-lið samanber C-lið fyrri málsliðar 2. málsgreinar 7. greinar núgildandi starfsreglna sem veitir teymi þjóðkirkjunnar heimild til að bjóða fjölskyldu þolenda og annarra innan kirkjunnar aðstoð fagaðila á kostnað þjóðkirkjunnar. Umrædd heimild þykir of óljós og bjóða heimhættun og ófyrirstíðum útgjöldum. Framkvæmd er almennt gert ráð fyrir því að aðgerðarteymið þurfa ávallt að leita samþykkis biskupsstofu fyrir öllum útgjöldum áður en til þeirra stofnað, svo sem ferðakostnaðar, enda kostnaðaráætlun unnin af biskupsstofu og útfærslu og eftir atvikum eftirfylgni ákvarðana þess unnið þar. Í fyrsta lagi tillögunni skerpt á reglum meðferð gagna, persónuvernd og nafnleynd. Er lagt til að það verði hámarkið aðgerðarteymisins hverju sinni hvort og hvernig það beiti nafnleynd í samskiptum sínum við biskupsstofu. Túlkun á ákvæði núgildandi starfsreglna nafnleynd hefur valdið erfiðleikum í samskiptum teymisþjóðkirkjunnar og biskupsstofu, valdið óþarfa töfum, ónæði fyrir málsaðila og í einhverjum tilfellum misskilningi. Því þykir rétt að nauðsyn nafnleyndar verði háð mati hverju sinni. Sem fyrr er gert ráð fyrir því að gert verði nafnleyndar í almennri og eða opinberri umfjöllun einstök mál og aðgerðarteymi reyni eftir föngum að hafa upplýsingar sem birtast ópersónugreinanlegar. Í sjötta og síðasta lagi lögð til sú breyting að felld verði niður sú krafa sem að finna í 7. grein núgildandi starfsreglna að teymi þjóðkirkjunnar hafi umsjón með fræðslu og forvörnum í málaflokknum. Óheppilegt þykir að utanaðkomandi aðila sé falið að hafa umsjón með einhverjum hluta fræðslu þjóðkirkjunnar þar sem það býður þeirri hættun heim að slík fræðsla sé ekki í samræmi við fræðslu áætlun þjóðkirkjunnar á hverju tíma, auk þess að þetta fyrirkomulag geti haft í för með sér ófyrirsjáanleg fjárútgjöld. Sem fyrr er gert ráð fyrir aðgerðarteymi sé biskupsstofu til ráðgjafar og aðstoðar fræðslu og forvarnir sem falla undir starfsreglurnar.
Öðru leyti efni tillögunnar og þau nýmæli sem þar að finna vísa til eftirfarandi athugasemda einstakar greinir tillögunnar. Og ég ætla ekki að lesa þessar athugasemdir og einstakar greinar. Þá þessum langa lestri lokið og ég vísa málinu til síðar umræðu og til allsherjarnefndar. Og það gert ráð fyrir því að málið komi til afgreiðslu í haust. Já, orðið laust og 3 hafa beðið orðið og fyrstu tekur til máls Steinþór Runneberg Haraldsson. Gjör svo vel. Taktu þig af. Við heyrum ekki í þér. En núna? Já, nú heyrir. Já, takk fyrir, það var mjútað hérna hjá mér. Já, þetta er hérna stórt mál og við fengum nú kynningu á þessu svona undir lok síðasta þings og það tók mér svolítið tíma að melta það og það sem hann kom mjög vel fyrir og allt það en augljóst var að þarna var verið að selja svona teymið og ekki var hægt að spyrja fram. Sko, teymið hafði, eða ég veit ekki hvort það breytist með þessu, hafði rétt til þess að rannsaka mál, dæma í því og kveða upp dóm. Þetta alveg að mínu viti fer á skjön við réttaríkið. Mér hefur fundist líka að sá sem ásakaður sé sekur þangað að hann getur sannað sakleysi sitt. Sem líka þetta mjög vandmeðfarið og ég spurði formanninn hvort að það væri meginmarkmið teymisins að leiða sannleikann í ljós. Honum aðeins þunga tönn. Og eiginlega svaraði þannig, nei, meginmarkmið okkar að standa að baki þolendum. Það gott að blessa og falleg hugsun. En ég held að þó svo að við séum að vinna svona vinnu innan kirkjunnar sem góð. Ég held að þetta sé til góðs og séu bara svona að við þurfum að slípa af þessu kanta sem nú reyndar að verða að gera eitthvað núna. Þá alveg svakalegt að réttur þess sem hefur fengið, ásakaður, hann verður að vera tryggur. Og ég tel að það þurfi að setja nú réttargæslumann. Í staðinn fyrir það ef hann gæti þurft að ráða sér lögfræðing og borga hann sjálfur. Þetta eru stór mál og hugsið ykkur að ef það færi nú svo einhver tíma að einhver væri ásakaður og væri saklaus en samt æran af honum tekin til framtíðar. Þess vegna sem þess vegna gott að þetta skuli fara í nefnd og það þarf að skoða alla þessa hluti mjög gaumgæfilega. Og ég algjörlega hlynntur því að við gerum allt sem við getum til þess að vernda þolendur sem verða fyrir svona löguðu. En það má ekki ganga í kjölfarið á rannsóknarréttinum sem var á Spáni forðum. Ég segi ekki meira. Takk fyrir. Til máls tekur Stefán Magnússon. Forseti. Ég held að sé ekki líklegt að það verði tæmandi umræða eða eðlileg umræða þetta mál núna við framlagningu vegna þess að við erum
Annars vegar vegna þess að við erum á þessum Zoom-fundi sem þyngri í vöfum og hins vegar málið náttúrulega mjög seint fram komið. Ég tel að sé mikilvægt að það fari fram umræða þessi mál sem hér eru undir og meðal annars áhugaverðir punktar sem Steindór hefur bent á. Við þurfum líka að horfa til þess hver þörfin fyrir svona aðgerðateymi hjá stofnunum eins og Þjóðkirkjunni. Þetta eitthvað sambærilegt að finna innan heilbrigðiskerfisins eða menntakerfisins? Við hljótum að vera einhvers staðar þar á róli. Við búum í réttarríki og á það ekki að standa vörð þessi álitamál sem hér eru undir eins og önnur eða eiga allar stofnanir og stórfyrirtæki að vera með sín innan gæsalappa dómstól eða úrskurðaraðila. Og svo alltaf þessi spurning hvernig á að hemja kostnaði. Það atriði sem þarf að virkilega taka fyrir. Ég sé að það gert að einhverju leyti með þessum breytingum eða það reglur sem nú í gildi og það bara ágætt. En ég geri alvarlegar athugasemdir við 50 grein þessara reglna, þessara draga, skipan aðgerðateymis Þjóðkirkjunnar, en þar segir biskup skipar 3 fulltrúa í aðgerðateymið. Í lögum Þjóðkirkjuna nr. 77 frá 2021, í 7. grein segir að kirkjuþing hefur æðsta vald í málefnum Þjóðkirkjunnar, nema lög kveða á annað. Við gerum því þá kröfu að kirkjuþing skipi þessa 3 fulltrúa. Enda alls ekki útilokað að biskup geti verið aðili máls beint eða óbeint og því óskynsamlegt að biskup skipi nefndina sem síðan kann að fjalla aðkomu biskup sjálfs af einhverjum tilteknum málum. Vegna þess hvernig þetta mál ber að, bæði seint framkomið og á rafrænu þingi, þá legg ég til að í stað þess að hafna málinu sem væri eðlilegt ákveðnu leyti, þá verði því vísað í nefnd til frekari vinnslu eins og til stendur að gera til haustsins og í haust fari fram 2 umræður málið en ekki 1. Það að segja þingheimur getur þá haft skoðanir á málinu við þá aðra umræðu í haust, síðan færi málið aftur í allsherjarnefnd og yrði lagt fram aftur þarna á októberþinginu í þá einhverjum dögum seinna. Þá búið að tryggja það að þingið hafi miklu betri aðkomu að málinu heldur en það hefur núna. Og búið að tryggja vandaðri umræðu og þrátt fyrir að þetta sé ekki samkvæmt starfsreglum og hefðum, þá getur þingið, jafnvel forseti, ákveðið að þessari málsmeðferð skuli beitt í þessu máli í ljósi aðstæðna. Það sem sé að mínum að alls ekki hægt að útiloka þessa málsmeðferð, að taka málið í þá 3 umræðum, þó að starfsreglur segi annað ef að kirkjuþing lítur svo á að í ljósi aðstæðna skuli fara fram 3 umræður. Takk. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson. Já, takk fyrir. Þetta mikilvægt og stórt mál og
og ég þakka biskupi fyrir framsöguna og skilmerkilega grein sem hún gerði fyrir málinu. Ég ætla að hafa pínlítinn aðdraganda. Ég tek undir með Stefáni skjótan aðdraganda málsins og þetta það stórt mál og mörg atriði þar undir að það þarf að vanda mjög vel til þess hvernig kirkjuþing afgreiðir málið og ég held að ættum að haga þeirri málsmeðferð þannig að sem best umræða geti orðið bæði í nefnd og þinginu sjálfu það áður en það fær endanlega afgreiðslu. Mig langar að nefna þess að ég hef komið að málum af þessu tagi á vegum félagasamtaka og þurft að stíga fundum þar sem að þurft að ræða regluverk í tengslum við mál sem komu endurtekið upp innan félagasamtakan og lutu að þessari ECHO-stefnu og reglum þar að lútandi innan þeirra samtaka. Og þá í þeirri umræðum, bara til þess að vekja athygli á því, þá komu ýmsar athugasemdir fram við reglurnar sem þar voru mjög svipaðar þeim reglum sem hér er verið að kynna reyndar og að flestra mati þurfti að skoða betur. Í fyrsta lagi kom í ljósi reynslunar að þröskuldurinn varðandi tilkynningar var mjög lágur. Það byggðist á því að langstærstur hluti þessara tilkynninga voru af því tagi að þar voru að ræða hnökrar í samskiptum einstaklinga sem töldust ekki meiriháttar. Og að beina slíkum hnökrum í formlegt ferli gat sem sagt búið til hnút eða hnýtt vandan og skapað ákveðnar hliðarverkanir eða aukaverkanir í bara tengslum við viðbrögðin sjálf, þessi formlegu viðbrögð. Og þetta tengdist þá öðru máli sem var að það skorti áherslu á sáttaferli og sáttamiðlun milli aðila. Að greitt væri fyrir slíku, sérstaklega í þeim tilvikum þar sem minniháttar mál væri að ræða. Ég fagna því reyndar og mér skilst að því ég las nú eldri reglurnar sem voru í gildi fyrir þennan fund og mér sýnist að það eigi að opna meira fyrir möguleika á sáttum milli aðila og svona almenna reglan gæti kannski verið sú að þegar að fullorðnir eigi hlut, tveir fullorðnir og er að ræða minniháttar hnökra, að þá sé mikilvægt að reyna að hvetja til sátta og reyna að miðla með þeim hætti sáttum milli aðila, fremur en að beina málum í formlegt ferli. Og þetta nú eitt sem var nú svona almennt samkomulag að þyrfti að skoða nánar á vegum þessara félagasamtaka og ég held að við getum kannski aðeins hugsað út í það. Óljós hugtök, mér sýnist ennþá að hugtök séu óljós þarna og það getur verið að þetta hamli vinnu með hugtökin. Ég ætla ekki að fara lengra út í það hér því að ég vil að fleiri geti komist að þessari umræðu. En síðan að þá sem sagt kom líka í ljós að það ekkert eftirlit með eða hvorki gæða eftirlit, það með eftirlit með starfsemi þeirra aðila sem leitað til í tengslum við ECHO-stefnuna út fyrir viðkomandi félagasamtök. Þetta eru sálfræðistofur sem að þá gjarnan að leita til en það ekkert eftirlit eða regluverki kringum vinnu þeirra með þessi mál. Og þetta kom líka endurtekið upp hjá okkur vegna þess að það urðu þarna alvarleg mistök hjá tiltekinni sálfræðistofu í meðferð máls sem lautað meðferð trúnaðarupplýsinga og þegar við ætluðum að bregðast við þá kom í ljós að það ekkert regluverki kringum afskipti þessara stofa eða var ekki af málum og þetta var allt sem sagt svona já, þetta olli okkur ákveðnum hugarangri má segja í framhaldinu. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég bara vil fagna því að málið komið fram og ég tel mjög mikilvægt að fái góða og efnislega meðferð í þinginu. Takk fyrir. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Já, forseti.
Þetta mál alveg ljómandi gott og ég er búin að las það yfir og það virkilega faglega unnið og ítarlegt. Mig langar samt að gera umræðu nokkur atriði, en áður en ég geri það þá langar mig aðeins til þess að svara Stefáni, vegna þess að mér finnst eðlilegt að biskup Íslands skipi í þetta teymi. Og ástæðan þessi að þegar við fórum í þessar breytingar á stjórnskipaninni allri eða kerfisbreytingu eða hvað sem við köllum það var það þannig að í nefndir ráð skipuðu annars vegar kirkjuráð og hins vegar kirkjuþing og þá var umræðan einmitt í það átt að síðan skildu forseti kirkjuþings og biskup Íslands bara finna út úr því hvor megin málin ættu heima og ég ger ráð fyrir því að þetta sé eitt af því sem að þær hafi komið sér saman að ætti heima hjá biskup Íslands og ég sé ekki annað en að það sé eðlilegt þó að ég geti alveg tekið undir að það geta orðið hagsmunaárekstrar og það geta líka orðið hagsmunaárekstrar ef að kirkjuþing eða forsætisnefnd skipar. Það alls staðar möguleiki á einhverjum hagsmunaárekstrum og þá verðum við bara að treysta því að fólk hafi vit á því að stíga til hliðar. Í málum sem það telur sér vanhæft eða það eitthvað sem að bendir því á það. Það sem mig langaði til þess að ræða til að byrja með 3. greinin sem að veldi mér sem presti mjög svona ég verð svona pínu óörugg hvernig á ég að fara með þá vitneskju sem ég hef sem sálgætir í mínu starfi þá ætla ég að segja möguleg brot sem að ég trúi þolendum þegar við erum búin að samþykkja þetta. Ég hef hingað til sagt fólki þegar það spyr þagnarskyldu, það gerir ráð fyrir ákveðna þagnarskyldu, að já, hún nær, það þagnarskylda en hún nær ekki lengra en það ef ég verð uppvís illa meðferð á börnum. En núna þarf ég að segja, já, illa meðferð á börnum verði að tilkynna og þá engin þagnarskylda. Eða ef þú ert með ásakanir á hendi presti, djákna, sóknarnefndarfólki eða einhverjum sem gegnir trúnaðarstörfum. Þannig að ég þarf að fara, þetta ekkert mál en ég er komin með þá og við sem erum með fólk í sálgæslu með þá skyldu að tilkynna ef að fólk kemur og trúir okkur fyrir einhverju. Og þá virðist vera, ef ég skil þetta rétt, að það sé alveg sama þó að viðkomandi vilji ekki annað en að fá þetta sálgæsluviðtal og vilji ekki fara lengra með máli. Og það þýðir að ég er komin í þá stöðu og ég sett í þá stöðu með þessum reglum að ég er komin í stöðu þess að vera með forræðishyggju gagnvart skjólstæðingum mínum sem er mjög ófaglegt að mínu viti. Þannig þetta eitt af því sem að mig langar til þess að ræða. Ég á ekkert svarið en hins vegar svarið mögulega í reglugerðinni sem að vísað til og þar stendur, það sé ekki gert ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður upplýsi annan aðila þetta athæfi. Sem sagt það gert ráð fyrir að þegar starfsmaður tilkynnir, ég get lesið 9. greinina með leyfi forseta, tilkynningarskylda starfsmaður, 9. grein reglugerðarnar, þessar reglugerðar. Starfsmaður sem telur sig hafa orðið fyrir einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni eða ofbeldi á vinnustað eða hafa rökstuðningsgrun eða vitneskju slíka hegðun á vinnustað skal upplýsa atvinnurekanda eða vinnuverndarfulltrúa vinnustaðarins það enda sé ekki gert ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður upplýsi annan aðila það samkvæmt þá skriflegri áætlun sem á síðan að gera og svo heldur þetta áfram. Það ekki meira saman til þetta. Skal starfsmaðurinn jafnframt vera reiðubúinn að skýra mál sitt nánar. Eðlilegt. Og þarna gerum við ráð fyrir að fólk sem að þarna aftur gert ráð fyrir að þetta sé einn vinnustaður og einni starfsstöð. En við erum með margar starfsstöðar þar sem að það eru margir að taka við tilkynningum. Ekki bara þetta aðgerðateymi. Og áður en að fara til aðgerðateymisins þá búið að eiga sér stað mögulega eitthvað sálgæslu vinna og samtöl sem að meiga ekki þá eiga sér stað samkvæmt reglugerðinni og ég ítreka að reglugerð er ekki lögin. Þannig þarna ég svona, vil ég umræðin þetta, ég á ekki svarið þarna sko. Ég vil bara umræðin og ég held að við getum alveg hugsað þetta saman hvernig við viljum skoða þetta. Kannski þetta bara í lagi svona, ég veit það ekki. Síðan að annað, það gert ráð fyrir að teymi, eða aðgerða teymi, mér finnst það bara mjög gott orð,
sinni sálgæslu í hérna, sérst að það sé í 6. greininni, það einn samsetning teymisins, einn löglærður og það bara tekið fram að sé löglærður maður, en samt á teymið að sinna sálgæslu. Og þetta ofboðslega viðkvæmir málaflokkar, eins og við vitum bara öll. Það bara gert ráð fyrir að sé lögfræðingur þarna, það ekki gert ráð fyrir að sé sálfræðimenntaður einstaklingur þarna, eða félagsráðgjafi, eða það ekki teknar til aðra starfsheittir sem geðlæknir eða hvað sem ég tel þó að sé grundvallar menntun í því að geta tekið faglega á þessum málum. Og þá er ég ekki útilokað að það standi löglærðir. Ég vil bara sjá að það séu fleiri starfsstéttir taldar upp og án þess að það útiloki þá einhverjar aðrar. Það hefur líka verið rætt að það væri sérstakt að sé ekki prestur þarna, því þeir eru margir fagmenntaðir á sviði sálgæslu og fjölskyldumeðferðar, handleiðslu, ég veit ekki hvað prestar eru með alveg ótrúlega mikið af sérmenntun á mörgum sviðum og sérstaklega kannski innan þessa sálgæslu geira, þessa hluta. Þannig að það er eitthvað eitt sem við þurfum að velta fyrir okkur. Af hverju getur prestur ekki vikið þegar hann er vanhæfur, alveg eins og lögfræðingurinn þarf að víkja ef hann er vanhæfur og það er gert ráð fyrir þarna í þessum reglum. Og svo ef ég bara fæ að taka eitt í viðbót og það er í 7. greininni, það er liðurinn í lið 1 að teymið á að veita sálgæslu, en samt ekki, og sérsvið presta er sálgæsla, en samt ekki gert ráð fyrir presti. Og ég ætla að taka það fram, þó ég sé að segja þetta, ég var í þeim hópi sem var að vinna starfsreglurnar sem eru í gildi núna, og þá var ég algjörlega á því að þetta er alls ekki að vera prestur þarna. Og ég er ekki að segja að ég sé á því að það eigi að vera prestur þarna, en við þurfum að huga að því að orða þetta þó þannig að teymið hafi þá vísi á fjölskylduþjónustu kirkjunnar til þess að veita sálgæslu. Við gerum ráð fyrir að sé ekki sérfræðingur í sálgæslu í teyminu og þá getum við ekki sagt að teymið eigi að veita sálgæslu. Kannski er þetta teknilega atriði, en við þurfum að vera svolítið svona, kannski svolítið í smáatriðinum þegar að kemur að sérstaklega viðkvæmum málum. Þetta er svona það sem ég langar bara svona að henda inn í þá nefnd sem að líklega sem verður, alls er að nefnd sem að fer skoðar málið. En ég bara þakka fyrir frábæra vinnu. Það var gaman að lesa, þetta var vel unnar starfsreglur og það var einhvern veginn verið að taka á öllu. Þannig að en þetta eru svona, eins og ég segi, ég hef ekki svar við þessu, bara svona til umræðu og ég held að sé ef við fleiri ræðum þetta, að þá komumst við kannski að einhverju niðurstöðu hvort það þurfi eitthvað að laga til orðalaga eða þess áttur. Takk fyrir. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson og eftir honum talar Arnfríður Guðmundsdóttir. Já, forseti. Ég þakka fyrir þessa tillögu. Mér finnst þetta mjög áhugavert mál og þetta er mjög stórt og vissulega er það að koma með mjög stuttum fyrirvara inn á þetta þing, en við getum kannski á móti sagt að þetta er að koma með mjög góðum og löngum fyrirvara inn á næsta þing. Ég tek undir orð Stefáns Magnússonar að það væri heppilegra eða væri hægt að gera ráð fyrir einmitt 2 umræðum á haustþinginu. Framkoma málsins núna gefur kost á að málið fari í kynningu í héraði, fari til umræðu mjög víða, sem ég held að sé mjög gott fyrir þetta mál. Ég tek undir áhyggjur Örnu varðandi þetta með að skylda starfsmann til þess að tilkynna mál, því að það er nú oft svona almenna reglan þegar fullorðið fólk er að ræða, þá verður þolandi að fá að stýra hlutunum svolítið sjálfur, hvað viðkomandi vill gera og þó að það sé sjálfsagt mál að veita leiðbeiningu og stuðning, en við þurfum einmitt að gæta þess að við megum aldrei taka fram fyrir hendur á fullorðnu fólki, og fullorðið fólk má ekki óttast það að starfsfólk kirkjunnar taki fram fyrir hendurnar á því, vegna þess að það er alveg rakið til þess að stinga tappa upp í fólk. Eða veit ekki einhvern veginn hvað verður málið, það verður að geta stjórna þeirri ferð sjálf. En eitt svona pínu praktískt atriði sem ég leyfi mér að spyrja forseta
þó ég sé mjög hrifinn af því að þetta mál sé tekið fyrir á dagskrá, hefði ekki þurft að bera þetta mál upp með afbrigðum svona til þess að allra formsatriða sé gætt svona við upphaf umræðu, en ég fagna þessar umræðingar síður. Ég hef lokið máli mínu. Alveg hárrétt hjá þér, Sigurður Grétar. Þannig að ég ætla þá að gera það núna, þeir sem að gera ekki athugasemd við þegar málið sé tekið á dagskrá. Þeir sem eru á móti að málið sé tekið á dagskrá gefi bara merki. Það er bara samþykkt að við höldum umræðinu áfram og bara þetta mál bara tók lengri tíma, en það er mjög mikilvægt að það komi fram og það má alveg hugsa sér 3 umræður í haust. Forsætisnefnd mun bara taka það til skoðunar og en það er mjög mikilvægt og þetta eru mjög góðar umræður, finnst mér hér þó við séum ekki á staðnum öll, en bara þetta kemur mjög vel til skila allt sem að fólk að segja og næst tekur til máls Arnfríður Guðmundsdóttir, eftir henni talar Eva Björk Valdimarsdóttir. Arnfríður, gjörðu svo vel. Já, takk. Forseti, ég vil byrja á því að harma það hversu seint þetta mál kemur fram og takmarkaður tími til þess að undirbúa viðbrögð við því. Á þinginu í mars þá sátum við undir klukkutíma kynningu formanns teymisins sem hefur með höndum meðferð kynferðisbrota innan kirkjunnar núna, og mér fannst það mjög miður að kirkjuþingsfulltrúar fengu ekki að bera fram spurningar eða gera athugasemdir eftir þá kynningu sem ég þótti. Arnfríður, það er ekki rétt. Ha? Það er ekki rétt. Það var engin umræða og það voru engar spurningar. Jú. Nei. Það var verið að fara tilbaka. Nei, ekki nei. Ég satt á þinginu og það klárlega. Það má spóla tilbaka. Ég þarf að skoða það. Ég bara man ekki annað að það hefur verið boðið upp á spurningar. Ekki, nei. Allavega, ég ætla að halda áfram. Þannig að viðbrögð mín í dag, þau litast óhjákvæmilega af því sem þar kom fram. Og áður en ég segi meira, þá vil ég taka fram að meðferð kynferðisbrotamála hafa verið mjög hugleikin síðustu áratugi og ekki síst síðan ég leiddi starfnefndar sem fékk það verkefni að skrifa fyrstu reglurnar meðferð kynferðisbrotamála innan kirkjunnar sumarið 1998. Þær reglur voru samþykktar á kirkjuþingi haustið 1998 vegna þeirrar miklu áherslu sem komið hafa fram á aðkomu lögfræðings að þessum málum. Þá vil ég taka það fram að það var lögfræðingur í hópi okkar sem skrifuðu fyrstu reglurnar og frá upphafi hefur alltaf einn fulltrúi af 3 í fagráðinu verið lögfræðingur. Frá upphafi og allt til ársins 2015 var eiginmaður minn sem sérfræðingur í klínískri sálgæslu hluti af fagráðinu og lengst af eða frá 2003 formaður þess. Hann hefur aldrei verið á launaskrá Íslensku þjóðkirkjunnar. Mér finnst rétt að þessi persónulega tenging mín við þennan málaflokk í tæp 20 ár sé upp á borðinu, en ég vona að verða ekki til þess að draga úr vægi orða minna hér. Allt frá árinu 1996 hef ég kennt við guðfræðideild Háskóla Íslands og þar sem hluti af kennsluefni mínu hefur tengst meðferð kynferðisbrotamála innan kirkjunnar og guðfræðilegri umræðu þessi mál. Í máli formanns teymis þjóðkirkjunnar sem ég vísaði til í upphafi máls míns kom ekkert fram fyrra starf meðferð kynferðisbrotamála innan kirkjunnar. Það var mjög miður og meiðandi að því hafi ekki verið haldið til haga að þjóðkirkjan var brautryðjandi hér á landi í þessum efnum og öðrum stofnunum og félagasamtökum til ráðgjafar þau fetuðu í fótspor kirkjunnar og hófust handa við að koma skikki á þennan málaflokk og meðferð kynferðisbrotamála innan sinna raða. Þá finnst mér einnig rétt að komi skýrt fram á tímabilinu 2003 til 2015 var unnið mikið starf innan þjóðkirkjunnar á þessum vettvangi en á þessum tíma fékk fagráðið til sín mjög mörg mál sem sum hver voru verulega alvarleg og að sama skapi snúin í meðförum að ýmsum ástæðum. Þá vil ég einnig árétta að á þessu tímabili var mikil gerjun í þessu málaflokki og innan þjóðkirkjunnar voru starfsreglur meðferð kynferðisbrota innan kirkjunnar í stöðugri þróun og breytingar reglulega ræddar
teknar fyrir og samþykktar af kirkjuþingi. Þau sem unnu og leiddu þetta starf lengst af eða fram til ársins 2015 voru sem sagt séra Gunnar Rúnar Matthíasson sjúkrahúsprestur sem var formaður, Hulda Elsa Björgvinsdóttir, þá saksóknari við embætti ríkissaksóknara og undan henni höfðu þar Kolbrún Linda Ísleifsdóttir og Elsa Þorkelsdóttir, lögfræðingar verið í fagráðinu. Þriðji aðili fagráðs fram til 2015 var framan af Ólöf Ásta Farisveit sem þá var starfandi sérfræðingur í barnahúsi með menntun á sviði uppeldis og afbrotafræði og fjölskyldumeðferðar og síðan Vilborg Guðbjörg Guðnadóttir, geðhjúkrunarfræðingur sem lengi var deildarstjóri barna- og unglingageðdeildar Landspítalans og áður framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins. Það er því ljóst að allan þennan tíma var fagfólk sem réði ferðinni og lagði línurnar fyrir áframhaldandi starf sem formaður teymis þjóðkirkjunnar sá því miður ekki ástæðu til að nefna í máli sínu í mars síðastliðnum. Eftir 2015 kom nýtt fólk í fagráð og fylgdist ég eftir það ekki eins vel með störfum þess. Á tímabilinu 2003-15 var það vinnuregla að fólki sem sendi inn mál fengi fyrsta svar innan 24 klukkustunda frá því að erindi barst. Tölur voru birtar árlega í Árborg kirkjunnar og gerðar aðgengilega fjölmiðlum sem létu sig varða mikið starf fagráðs og hvernig væri á málum haldið innan kirkjunnar varðandi kynferðisbrot og meðferð þeirra og voru þannig til mikilvægs aðhalds og brýningar. Mér finnst mikilvægt að þetta komi hér fram vegna þess hvernig málum hefur verið háttað á starfstíma núverandi teymis, en eins og allir vita sem fylgjast með fréttaflutningi í fjölmiðlum þá hefur meðferð mála tekið óralangan tíma sem að mínu mati er algjörlega óásættanlegt. Það er engum greiði gerður með því að láta meðferð svona mála dragast á langinn, ekki þeim sem eiga beinan hluta máli og ég tala nú ekki kirkjuna okkar sem hefur liðið fyrir það á svo margan hátt. Í máli formanns teymis þjóðkirkjunnar voru engar upplýsingar fjöldamála, afgreiðslutíma eða lyktir þeirra. Það komu heldur engar upplýsingar vinnureglur teymisins eða starfshætti og engar upplýsingar eru aðgengilegar störf fagráðs á síðustu árum, að því ég get fundið. Af því ég best séð þá núverandi fyrirkomulag ekki viðunandi. Ég tel það hafa verið mistök þegar sérfræðingur og röðum presta, djákna eða önnur sem hafa hlotið guðfræðilega menntun voru útilokuð frá því að þjóna kirkjunni í þessum mikilvæga málaflokki og menntun þeirra og reynsla þannig vanvirt eða tölu niður. Ég skil ekki af hverju það var gert því við eigum að vera stolt af hæfum og velmenntuðum prestum, djáknum og guðfræðimenntuðum einstaklingum sem við höfum á að skipa, hvort sem þau eru á launaskrá kirkjunnar eða ekki. Það er sjálfsagt mál að leita út fyrir þann hóp sem á launaskrá kirkjunnar, enda eru margir af okkar helstu sérfræðingum í þessum málaflokki starfandi við aðrar stofnanir. En að vantreysta þessu fólki til að vinna faglega þessum málum finnst mér óskiljanlegt. Ég leyfi mér að fullyrða að slíkt myndi ekki líðast á meðal lögfræðinga eða annarra fagstétta. Ég vona að kirkjuþingi beri gæfa til þess að halda áfram að þróa starfi í ljósi reynslunnar og nýjustu þekkingar, en með metnaði sem byggir á og virðir reynslu sérfræðinga í hópi guðfræðimenntaðra. Við þurfum á fólki að halda sem þekkir kirkjuna og innviði hennar og þarf ekki að fara að setja sig inn í það þegar mál kemur upp. Ef kirkjan kann ekki að meta sérþekkingu og fagleg vinnubrögð síns eigins fólks, hvernig getum við þá ætlast til þess að aðrir geri það? Auðvitað eigum við að fá færustu sérfræðinga utan á bæ til að vinna í fagráðinu eða teyminu eða hvað sem það kann að vera kallað í framtíðinni eins og gert hefur verið hingað til. Þetta eru mikilvæg mál sem kirkjunni ber að sinna af alúð, enda ekkert annað í boði en að kirkjan verði öruggustaður fyrir okkur öll, hvort sem við störfum á kirkjulegum vettvangi eða sækjum þangað þjónustu, ekki síst börn og unglingar sem taka þátt í starfi kirkjunnar. Fyrir okkur öll, þá þarf og á kirkjan að vera öruggur staður. Takk. Já, til máls tekur Eva Björk Valdemarsdóttir og eftir henni talar Jónína Rós Guðmundsdóttir.
Já, takk fyrir þetta. Ég vil byrja á að benda á að það er svolítið óljóst hvernig á að biðja orðið. Fólk er bæði... Það er ekkert óljóst, bara rétt upp hendina eða setja í tjá. En Já. svo byrja á því ávarpa forseta. Við verðum að hafa sömu reglur hér eins og á þingi. Takk. Forseti, afsakið. Já, ég hélt að það væri bara eingöngu með því að setja í tjatti eins og leiðbeiningarnar sögðu til sem við fengum fyrir kirkjuþing. En þá það er bara gott að vita þetta. Ég vil byrja á að fagna þessum breytingum, þessum tillögum. Ég finnst það er greinilega góð vinna sem hefur farið hér fram. Ég ætla að gera eins og Arnfríður, ég ætla að gera grein fyrir hvernig ég hef komið að þessum málum áður. Ég er sem sagt með BA-próf í sálfræði og ég gerði verkefni í réttarsálfræði og vann í barnahúsi og hjá lögreglunni við að tilkynna mál til barnaverndar áður ég var prestur. Og þannig ég þekki einmitt hana Ólöfu Ástu sem að Arnfríður nefndi og líka hana Rögnu sem er núna í teyminu, hún var líka að vinna í barnahúsi. Mér finnst gott við þessar tillögur að þarna er gert ráð fyrir því að þjóðkirkjan sjálf sinni fræðslu þessi mál. Ég held að það sé mjög mikilvægt og eitthvað sem við þurfum að gera betur í og eins líka eftirfylgt við þolendur. Stefán velti fyrir sér af hverju við leitum ekki fyrirmynda hjá öðrum stofnunum en ég held að sé akkurat rétt það sem Arnfríður benti á, þjóðkirkjan er leiðandi í þessu máli. Þjóðkirkjan var einmitt með fagráðið áður sem starfaði frá 98 og margar stofnanir eins og Landspítalinn og Háskóli Íslands tók það fagráð sér til fyrirmyndar og setti á fót svipuð fagráð. Ég held samt að það sé framför teymi sem við höfum haft núna undanfarið sé mikil framför og ég held að það sé mikilvægt að það sé ekki prestur eða guðfræðingur starfandi í því teymi. Af því að þjóðkirkjan er lítil stofnun og prestar og guðfræðingar sem að þar starfa eru bara 150 og þess vegna erum við bara eins og lítið þorp út á landi, þar sem allir þekkja alla. Og það eru alls konar tengsl, bæði tengsl sem eru augljós eins og samstarfsfólk og vinir sem eru í okkar hópi og svo líka einmitt fólk sem hefur verið saman í guðfræðideildinni og fylgdist að í guðfræðideildinni í 5 ár. Fólk sem hefur verið saman í handleiðslu líka sem myndar mjög sterk tengsl. Þetta eru tengsl sem ekki augljós. Fólk sem hefur sótt sama embættið, þar sem einn hefur fengið embætti en aðrir sem hafa sótt á móti fenguð ekki embætti. Þannig þarna eru svolítið svona undarleg tengsl. Þannig ég held að við ættum að halda okkur við það fyrirkomulag sem við erum með núna og ég er sammála henni Örnu að það væri gott að það væri nefnt líka félagsráðgjafi eða sálfræðingur eða geðlæknir sem væri þarna eins og löglærður einstaklingur. En já, ég held að það væri afturför þó svo að fagráðið hafi unnið vel og verið vel skipað áður að þá held ég að þetta sé bara gott mál að ég held að þetta ekki að fara tilbaka og hafa guðfræðing eða prest í því. Það var líka nefndur hérna tími mála, að málin hafi tekið langan tíma. Ég held að við sem stöndum fyrir utan þessi mál sem hafa verið hjá teyminu núna höfum ekki forsendu til þess að meta það hvort að málin taki of langan tíma eða ekki. Þau eru bara misflókin og það eru mismargir aðilar sem að koma að málunum, bæði margir aðilar sem geta verið þolendur, margir aðilar sem að geta verið vitni, þannig að það gæti verið skýringin af því að málin hafa tekið langa tíma. Og ég held að við ættum ekki að leggja mat á það. Takk fyrir. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir og sá ég rétt að Steindór var að biðja orðið aftur. Jónína Rós, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, kærar þakkir fyrir þetta skýra og góða mál. Ég held að þetta sé afar þarft mál og ég sem ný á kirkjuþingi og kannski svolítið ný í starfsemi innan kirkjunar, mér finnst gott að heyra að þjóðkirkjan hafi verið leiðandi í þessu málaflokki. Mér finnst margt sem ég hef hlustað hérna á afar bara þarft og gott.
Ég verð að viðurkenna að mér finnst málið kannski örlítið óljóst og velti fyrir mér ýmsu eins og er þetta ósvalega dýrt apparat, eigum við einhvern veginn að hugsa það þó að mér finnst svo sannarlega að þurfa að vera. En ég tek undir það sem að hér hefur verið sagt að ég held að það væri ekki gott skref að hafa presta eða sálpresta eða guðfræðinga í þessu ráði eða þessari nefnd vegna þess að ég er voða hrædd að þó að ég efast ekki sérþekkingu guðfræðinga á þessu máli en ég held bara að það myndi valda vantrausti, þarna geta verið alls konar hagsmunatengsl. En ég held að það þurfi að koma fram, ég finnst svolítið svona, hvernig get ég orðað, mér finnst það svolítið sérstakt að það sé bara að tala löglærðan einstakling. Mér finnst skipta mjög miklu máli að þarna inni sé aðili sem hefur mikla þekkingu í því hvernig maður nálgar samskipti fólks á sem uppbyggilegastan og bestan hátt. Þannig að hvort sem það væri sálfræðingur eða einhvers konar ráðgjafi, geðlæknir, mér finnst þetta skipta miklu máli. Svo bara einhvern veginn ég svo hugsuð þetta eru svo flókin mál, þetta svo flókin málaflokkur þannig að svona fyrst þá ekki bara best einhvern veginn að nefndin bara taki málin fyrir og svona greini þau svolítið og svo í raun og veru yrði þeim bara svolítið útvistað. Þannig að það væri einhver sálfræðistofa eða eitthvað sem taki þetta en svo náttúrulega hlustaði ég á Rúnar sem að ég tek mikið mark á að auðvitað skiptir það mjög miklu máli að þeir aðilar sem myndi þá taka málið að þeir væru undir einhvers konar gæða eftirliti og væru örugglega hæfir til að vinna málið. En eins og segi ég mér finnst vera líka margt, það vill svo til að ég á þá reynslu, ég hef aðeins þurft að taka þennan stutta tíma sem ég hef verið formaður sóknarnefndar, hef ég aðeins þurft að ganga í flókið mál og þá sakna ég hefði svo gjarna vilja þá geta leita mér svona öflugra ráðgjafar sem að ég fékk alveg ráðgjöf en ég hefði vilja hafa hann ennþá öflugri. Þannig að það væri líka gott að geta fengið varðandi svona samskipta vanda að því ég er líka sammála Rúnari með það þarf ekkert að vísa þannig málum kannski endilega inn í nefndina en það skiptir miklu máli að við sem erum starfandi sjálfboðaliðar á vettvangi kirkjunnar getum fengið góða ráðgjöf. Þannig að kannski það líka þetta hlutverk. En já, þetta var nú svona, svo hugsaði ég sitt í allsherjarnefnd þannig ég fæ að kynna mér þetta mál betur sem ég er mjög ánægð með af því mér finnst kannski ýmislegt svona sem ég allavega þarf að skoða betur og kannski svolítið óljóst og kannski hægt að einfalda. Að þá sem ég líka skipta mál að við fáum alls konar sérfræðinga inn til okkar til þess að hjálpa okkur með þetta mál inn í nefndinni. Af því að eins og segi, þetta stórt mál, þetta viðkvæmt mál, þetta varðar fólk sem á sitt líf og sína tilfinningar og sína fjölskyldu þannig að mér finnst það skipta heilmiklu máli. En bara takk fyrir málið, það bara nauðsynlegt og gott og bara ég hlakka til að fá að vinna frekar að því. Takk fyrir. Til máls tekur í annars sinn Steindór Haraldsson. Já, fyrirgefiði. Vísu hafði hún Arnfríður sagt mikið af því sem að ég ætlaði að segja aftur í seinni innkomu minni. En ég er á þeirri skoðun að þetta mál sér í raun kennimanlegt eða það sé á því sviðinu. Þannig að mín skoðun er svo að það sé ekkert óeðlilegt að biskup sé þarna og skipi þessa nefnd. Þetta er þeim megin ef við myndum reyna að halda því í öðrum málum líka. Að rugla ekki saman elementunum sem mjög algengt í kirkjunni en það þarf þá að vera ákvæði í starfsreglunum að ef að biskup aðili máls að þá skuli vera einhver viðbrögð við því. Það einfalt. Það getur auðvitað gerst. Eins og við vitum. En það sem að ég var að reyna að segja áðan og mér finnst mjög mikilvægt að
kirkjan raunverulega að koma sér upp dómstól, þó að það sé auðvitað mjög gott að það skuli vera lögð enn meiri áhersla á sáttir ef að þær yfir höfuð eru mögulegar og leiða þannig málið til lykta. En hvað varðar fólk sem situr í nefndinni, þá held ég að þeir sem hafa verið að tala hérna fyrir því að þeir sem eru sérmenntaðir í sálgæslu, það svolítið sérstakt að þeir skulu ekki vera þarna. Þeir finnast í það, meðal annars sem prófessorar og kennarar á Háskóla Íslands og það annað mál. Það kirkjan sjálf í mannauði presta og djákna hefur alveg gríðarlega þekkingu í heild sinni á þessu málum. Ég hef verið starfandi hérna með 13 prestum og mörg mjög erfið mál komið upp. Og ég hef orðið vitni af mjög faglegu vinnubrögðum sem algjörlega til sóma. Og þessi mál sem við erum að ræða hér, þau fara ekkert alltaf alla leið. Við erum tekið á þeim í héraði og það má alls ekki koma í veg fyrir að það verði, finnst mér. En númer 1, 2 og 3, fyrst að við erum að koma okkur upp svona eða þróa í þessa áttina. Og gott sem Arnfríður sagði að það allar götur frá 98 eða 96 sem við höfum verið að þróa þetta innan kirkjunnar. En við erum komin með dómstól, hvort sem okkur líkar það betur að vera. Og þá finnst mér algjört lykilatriði að fara eftir reglum réttarríkisins. Það nefnilega þannig að fá okkur hvað sem segir, fólk sem lendir fyrir dómstólum og dæmt inn í fangelsi og allavega, það hefur sinn rétt, hversu alvarleg sem málin eru. Og þetta viðkvæm mál, mér finnst þetta góð umræða. Ég tek algjörlega undir það að gefa þessu góðan tíma næsta haust þegar við komum saman og ekkert að því að taka þá 2 umræður til þess að við getum rætt þetta. Mér finnst þetta góður andi í hópnum að allir vilja gera sitt besta og gera þetta eins vel og hægt sem gott. Og ég ætla ekki að segja meira, þetta er ágætt umræða og ég þakka fyrir hana. Þá tekur til máls í annað sinn Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, það tvennt sem ég langar til að bregðast við. Þar annars vegar þá þetta sem kemur fram í máli Evu Bjarkar að það sé ekki hægt að treysta prestum og guðfræðingum og djáknum vegna þess að nándin sé svo mikilvægt að fólk þekkist. Býtu, hvað með fagmennskuna? Hvað með það að fólk hafi þá þjálfun og þá þekkingu til að geta metið það að þegar það þarf að stíga til hliðar. Það ekki einn í þessum hópi, það eru 3, þannig að ég vænti þess að það sé þá, fólkið sé þá að passa upp á það að það séu fagleg vinnubrögð. Mér finnst það sorglegt að það sé sagt, við getum ekki fengist við okkur mál innan okkar kirkju vegna þess að við þekkjumst. Ég spyr, býtu, hvað með fagmennskuna? Það ekki hægt að segja að það sé ýmislegt sem að við þurfum þá bara að útvista vegna þess að við séum svo lítið samfélag. Við búum í mjög litlu samfélagi, 360.000 manns. Við þekkjum rosalega mikið innbyrðis. Ég kalla eftir virðingu fyrir faglegheitum.
virðingu fyrir þekkingu og reynslu til að taka faglega á málum. Fólk sem að hefur þjálfun og þekkingu, það meðal annars þjálfað í þessu. Þannig að ég bara skil ekki hennar málflutning. Annað sem að mig langar líka að bregðast við í máli Bjargar, og það þetta með langan tíma. Að mínu viti þetta forgangsmál. Þannig að þegar svona mál kemur upp, þá verður fólk að setja það í forgang. Þannig að það sé virðing fyrir tímanum og hvað gerist á þessum tíma, á þessum fáránlega langa tíma eins og til dæmis hefur verið í þessum málum sem hafa verið mjög mikið í fjölmiðlum. Það ákveðið svona snowball-effekt. Þannig að málin verða bara erfiðar og erfiðari. Ég þekki það mjög vel frá 2003 til 2015, þessi mál voru sett í forgang, það kom ekki til greina að þau tækju svona langan tíma. Ég held að hluti af því hversu langur tími þetta tekur og hefur tekið núna að undanförnu sé að fólk þekkir ekki kirkjuna, fólk veit ekki hvernig mál virka þar inni og það þarf að setja sig inn í það fyrst. Og ég held að þess vegna sé það svo mikilvægt að inni í þessu starfi sé sérfræðingur guðfræðimenntaður sérfræðingur sem að hefur þessa þekkingu og getur þá stytt þennan vinnutíma sem að algjört lykilatriði í svona málum. Takk. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson í annað sinn. Fleiri hafi ekki kvatt sér hljóðs en ég bið ykkur að gefa ykkur fram ef ykkur vil taka til máls. Já, forseti, ég ætla að taka upp boltann hérna frá runni og fangi Arnfríðar þar sem ég tek algjörlega undir hennar sjónarmið varðandi tímalengdina í þessum málum. Ég hef nú tjáð mig það á öðrum vettvangi. Sko, tímalengd úrvinnslu þessara mála skiptir bara mjög miklu máli. Ég held að það væri mjög heppilegt að fá það svolítið inn í þessa greinagerð ef það hægt og það verður kannski skoða nefndin og eitthvað svona. Og ég get tekið undir þau rök sem hafa komið sem rökstyðja þetta sjónarmið að vissulega þarf tíma til þess að afla gagna og allt það, en svona mál eiga að vera forgangsmál vegna þess að þau halda bara áfram að stækka og rotna og vera erfiðar og erfiðari. Og það ekki endilega gerendum eða þolendum að kenna. Það líka bara samfélagið sem að fer á fullt og fjölmiðlar að velta sér upp úr og nærast í langan tíma. Og það held ég sé ekki hollt fyrir neinn. Varðandi einmitt þetta, þessa umræðu aðkomu presta og guðfræðinga og sálgæta að svona hóp eins og var þetta þegar Gunnar Rúnar Matthíasson var formaður og ég hef mjög góða reynslu samskipti við hann sem formann í tengstu ákveðin atriði og bar traust til þess hóps en ég man ekki betur en að umræðan fjölmiðla umræði svolítið þessi býtun og við að kirkjan bara rannsaka eigin mál og þá var reynt að tortryggja þessa vinnu vegna þessara tengsla að það væri nú bara prestar að rannsaka presta og eitthvað svona og allir vinir og eitthvað svoleiðis. Ég held að þessi breyting sé að hluta til komin til vegna slíkrar orðræðu, hversu málefnaleg sem hún eða ekki og það auðvitað erfitt að gera öllum til hæfis. Það velti fyrir sér hvort að það þurfi bara hreinlega að vera einhver hæfisnefnd, svo fjölgur aðeins nefndunum, hæfisnefnd sem úrskurðar hæfi viðkomandi hóps þegar tiltekið mál kemur upp, kannar tengsl, kannar hvort að það skeipa sem að dregur hæfi nefndarinnar í efa. Það sem að maður kannski gæti séð fyrir sér sem eitt atriði varðandi þetta mál og hvenær það verður kannski tekið til enn ítarlegri umræðu í haust, það það að nú gæti verið svigrúm jafnvel til að fá umsagnir frá
með svona stofnunum og félagasamtökum út í bæ sem að vinna með sambærileg mál til að fá svona fleiri augu á það hvernig kirkjan vill standa að svona málum, því að kirkjan vill, ég veist ekki um það vilji kirkjunnar og þeir sem leggja það fram það mál að reyna að standa eins vel að svona málum eins og frekast unnt. Það sem að allrar sanngirni gætt og allra fagmennsku á alla vegu. Og þetta náttúrulega alveg ofboðslega erfiður málaflokkur. Ég hef alltaf litið svo á að tilgangurinn með þessu teymi eða aðgerðarnefnd eða hvað sem við köllum þetta núna, að tilgangurinn að lækka þröskulda. Að það sé auðveldara fyrir þolendur að koma málum sínum í einhvern farveg og einhvern veginn að fá eyru, að fá viðbrögð, að það sé tekið faglega á hlutum, sem sagt að lækka þröskulda í þeim tilgangi að gera heilt, að milda eitthvað högg, að græða sár með faglegum hætti. Nú, þrátt fyrir það og þá góð vinnu, svo kemur einhver niðurstaða úr því, þá hafa þetta allir aðilar máls ennþá aðgang að dómstólaleiðinni. Ef að þolandi telur þannig brotið á sig ekki sáttur við niðurstöðu teymisins og ekki nást sætti, þá hefur viðkomandi alltaf væntanlega aðgang að því að kæra mál til lögreglu eða setja það til hins opinbera í dómstólakerfið. Og sama með gerendur, ef að geranda finnst að sér vegið og viðkomandi hafi fyrir rangrus, þá hefur viðkomandi líka aðgang að dómskerfinu gegnum meiðyrðamál eða hvað sem við köllum það. Þannig að nefnd svona sem að kirkjan, hún ekkert að útiloka aðrar leiðir og já, þetta það sem ég vildi segja. Já, til máls tekur Óskar Magnússon og eftir honum Eva Björk Valdimarsdóttir. Já, forseti, sko það sem gerist í þessum umræðum og að gerast það að við erum að smíða nýtt réttarfar. Það sem sagt þannig að sem aðrir hafa komið inn á hér, bæði Stefán og Rúnar og fleiri, það gildi réttarfar í landinu. Og ástæðan fyrir því að þessi umræða svona löng og flókin og menn hafa svona mikla skoðanir svo að við erum að smíða réttarfar inn í því réttarfari. Og þetta hefur stundum verið gert, það að segja að sérstaklega þegar að mál hafa þótt dragast mjög á langinn inn í hinu hefðbundna réttarkerfi sem við búum við, þá hafa menn sett á laggirnar ýmiss konar sérnefndir, sérdómstóla, fíkniefnadómstóla, verslunardómstóla, alls konar dómstóla sem eiga að greiða fyrir því að mál á tilteknu tagi gangi hratt fyrir sig. Þannig að það ekki nema að vona að þetta sé flókið og það þetta stóra spurningin, hvaða gagn erum við að gera með því að smíða nýtt réttarfar sem að tekur svo jafnlangan tíma og hitt, þá kannski bara betra að vera í hinu. Eða eigum við að smíða eitthvað annað sem til dæmis bara sáttameðferð. Ég kasta þessum bara svona fram hér en sko grundvallaratriðið það að þessi umræða fjallar það. Hún fjallar hæfi, það fyrir að tala sérstaka nefnd til þess að úrskurða hæfi og svo framvegis og þetta allt saman til í kerfinu skiljiði. Og það verður þá að vera eitthvað sérstakur ávinningur af því að búa til þetta hliðarkerfi. Og það til úrskurðarnefndum ágreining í umhverfismálum og þið þekkið það fjölbýlishúsamálum og ýmsu svona. Þetta yfirleitt nefndir sem að hafa verið settar á laggirnar til að vera ódýrari og greiða fyrir framgangi mála og síðan vaxa þær og dafna og verða síðan að töluvert miklum dómstólum sem tekur síðan langan tíma og eru orðnar sérstakar stofnanir þessar nefndir. Þannig að ég bara svona vara við þessu. Ég ætla að taka undir það með Arnfríði að ég man fundinn síðasta eins og hún. Það var upphaflega sett á dagskrá samkvæmt tímaplani að
þetta kynna, þetta svo kallaða teymi og til þess voru ætlaði 2 tímar sem síðan var stytt og sagt að það yrði 1 tími og það reyndist vera 1,5 tími og það var ekki gert ráð fyrir spurningum og það voru engar spurningar. Og ég hef talið æskilegan framgang því það var í sjálfu sér ágætt að fá þessa kynningu og ég hef talið það æskilegan framgang að í kjölfarið á slíkri kynningu sem var allítarleg og tók lengri tíma en nokkurt annað atriði á kirkjuþinginu, að þar hefði verið veittur góður tími til þess að diskutera það sem þar kom fram og í framhald af því yrði síðan gert það sem nú er verið að gera og í framhald af því yrði síðan umræður. En ég er ekki að kritisera fundarstjórn eða það sem þar fór fram að því leyti, þetta er bara að benda á það að svona, já, það hefur kannski verið heppilegri framgangsmóti en kjarninn í því sem ég er að segja er þetta. Ég veit ekki hvort að það er okkar hlutverk og hvort að við eigum að ráðast í það að búa til nýtt réttarfar innan kirkjunar sem ekki tíðkast annars staðar. Til máls tekur í annars sinn Eva Björk Valdimarsdóttir. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs. Takk fyrir, forseti. Ég er algjörlega sammála Arnfríði og Sigurði að þessi mál eigi að vera forgangsmál og kannski þarf að greina það af hverju ákveðin mál hafa tekið langan tíma, ef við höldum að þau hafa tekið langan tíma. En ég held að þá þurfum við að greina á milli tímalengdar sem málin eru hjá teyminu og svo tímalengdar eftir að teymið hefur skilað niðurstöðu og biskup hefur fengið málið, því þá er það líka gríðarlega flókið fyrir biskupsembættið að finna úrræði eftir það. Og það hefur örugglega líka tekið langa tíma. Og ég er sammála þessar umræðu þar sem þið talið sáttamiðlun og það er í þessu máli að það er meiri áhersla lögð á þau úrræði að það sé að það veri sáttamiðlun. En það eru náttúrulega afskaplega, þetta eru viðkvæm mál og það er alls ekki alltaf sem hægt er að leiða saman gerendur og þolendur og við þurfum að fara að stíga mjög varlega þar, en ég held að þessi sérfræðingar sem eru í teyminu viti það. Svo vil ég líka bregðast við umræðu nýtt réttarfar og nýjan dómstól, að við séum með það. En ég held því miður að við þurfum að vera með svona sérstakt teymi af því að hefðbundið réttarfar gerir ekki sömu kröfur og kirkjan þarf að gera. Í hefðbundnu réttarkerfi þá eru við saklaus þangað til sekt er sönnuð og þá er þarna vafi, það er einhver saklaus sem gæti verið dæmdur sekur eða sekur sem gæti verið dæmdur saklaus. Í hefðbundnu réttarfari viljum við að vafinn sé gerandans megin, að það sé enginn sem er sekur sem dæmdur saklaus og það er eins og þið vitið lögfræðingar að það er regla í hefðbundnu réttarkerfi. Hjá kirkjunni verðum við að gera meiri kröfur af þetta. Við viljum ekki að vafinn sé gerandanum í hag. Þannig að ef einhver er gerandi en það er vafi þá getum við ekki haft þannig fólk starfandi innan kirkjunnar. Af því að kirkjan þarf að vera öruggur staður. Þannig að þarna þurfum við að gera aðrar kröfur og þess vegna þurfum við sérstaka leið fyrir starfsfólk til þess að fara, til þess að kvarta yfir málum. Og ég held að við séum bara með ágætis leið í því og höldum áfram að gera hana betri. Og það er einmitt dómstólaleiðin er alltaf líka leið fær. En það er ekki alltaf það sem alltaf þessum málum þannig að fólk verði dæmt og þá þarf samt að gera vinnustaðinn öruggan. Takk fyrir. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum Arnfríður Guðmundsdóttir í þriðja sinn. Forseti, þetta er mikilvægt mál og við þurfum auðvitað að hafa þetta teymi, maður liggur við að segja því miður, en það eru 2 atriði sem ég vil nefna hér og það er þessi umræða hæfi, sko. Það er í raun tvennt sem getur gert mann vanhæfan og það er vináttunáin og svo ættartengsl. Og ef maður bara hugsar þetta með svolítið skynsemi, þá á maður vini ekki bara í hópi guðfræðinga, heldur líka í hópi annarra. Og
og með ættartengsl, maður getur líka verið tengdur alls skis fólki öðru en guðfræðingum. Þannig að ég held að guðfræðingar og prestar og aðrir séu ekkert vanhæfari en aðrar fagstéttir. Með þessu er eiginlega gefið til kynna ef við erum svona vanhæf til þess að taka á málum, já, að við eigum bara vini innan guðfræðideildarinnar og ættartengslin séu bara þar. Það er auðvitað ekki þannig og fyrir utan það náttúrulega að fagmennska felst í því að þegar þú veist í vanhæfan þá segir þú frá málunum. Þannig ég ætla að taka undir með Dr. Arnfríði að við eigum ekki að útiloka tiltekna stétt í þessu, þá sem eru guðfræðimenntaðir. Og það er fjöldinn allur af guðfræðimenntuðu fólki sem ekki vinnu hjá kirkjunni þar og ekki. En svo vil ég líka taka undir hitt, það er hitt atriði að mér finnst tíminn vera langur og við þurfum að setja þessi mál í forgang og það er öllum í hag, bæði þolanda og meintum geranda að það sé reynt að vinna hratt og örugglega í þessum málum og það þarf að finna þó aðila sem geta gert það. Og við þurfum bara að vanda okkur við þetta. Takk fyrir. Já, til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir í þriðja sinn. Forseti, mig langar að byrja á því að bara þakka þessi orð séra Magnúsar og mér finnst þau gott innlegg inn í þá vinnu sem að á eftir að fara fram og ég bara fagna því að hann taki undir þessa áherslu mína á að útiloka ekki sérfræðinga í hópi guðfræðimenntaðra. Ég vil líka fagna því sem að Eva Björk var að segja varðandi mikilvægi þess að við höfum þetta inn í kirkjunni. Og þess vegna held ég að þessi áhersla á að í fyrsta lagi það er svo margt sem að einhvern veginn áréttar það mikilvægi að kirkjan geri meiri kröfur til sinna starfsmanna heldur en aðrir. Við eigum að vera til fyrirmyndar og við eigum að gera meiri kröfu til okkar fólks og þess vegna held ég þetta sé mjög mikilvægt og inn í greinagerðinni sumarið 1998 þá einmitt skrifum við þetta, við viljum gera meiri kröfur til okkar fólks og þess vegna held ég að það sé ennþá mikilvægara að það sé sérfræðimennta fólk í sálgæslu sem er inn í þessu teymi. Við leggjum ekki fyrst og fremst áherslu á aðkomu löglærðra. Ég held hún sé mjög mikilvæg eins og hefur verið allan þennan tíma að lögfræðingarnir eru mjög mikilvægir en þeir eru ekki sérfræðingar í sálgæslu. Og ég held þess vegna að til þess að við árétta það að við séum ekki búa til einhvern nýjan dómstól inn í kirkjunni sem alls ekki hugmyndin upphaflega og þegar við vorum að skrifa þessar reglur 98 þá vorum við ekki að finna upp hjólið, við vorum að nota reglur sem var búið að skrifa innan norsku kirkjunar og innan hinnar evangelísku lútersku kirkju í Bandaríkjunum. Þannig að fyrirmyndirnar voru til. Við vorum ekki að finna upp hjólið, þannig að mikið og ég held að á þessum tíma frá 1. janúar 1999 þá hafi þetta teymi sem hefur unnið þessum málum virkilega sýnt fram á þörfina fyrir að við höfum það. Það er einhver að tala inn á endilega passið ykkur, leyfið Arnfríði að ljúka sínu máli. Ég hélt að þú værir að segja mér að tíminn væri búinn. Nei. En ég vil bara árétta þetta að ég held að ef við skoðum það sem söguna og við eigum að gera það, við eigum að læra af sögunni, við eigum að læra reynslunni þannig að
það sem hefur gerst frá því sem sagt að teymið var sett á laggirnar 1. janúar 1999, þá hafi það virkilega sannað sig ítrekað að þetta að sé mikilvægt. Dómstólaleiðin er alltaf fær, en við eigum að vera tilbúin að hlusta og taka á móti okkar fólki og leiðbeina því þá áfram ef það vill fara í dómstólaleiðina. Takk. Já, það er fleiri ef ekki kvatt sér hljós og þá er það bara frumvælandi Agnes M. Sigurðardóttir sem tekur til máls. Já, ég bara þakka góðar umræður og vænti þess að máli verði áfram rætt í haust og niðurstaðan verði farsæl og fyrir alla aðila sem að þessu koma. Takk fyrir. Já. Þá er fyrri umræðu lokið þetta mál. Lagt er til að málið fari í aðra umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Einhver á móti. Það er samþykkt. Lagt er til að málið fari til allsherjarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða. Ég vil bara því að það hafa margir mikla skoðanir á þessum málum, þá geta menn bara sendt inn skriflegar athugasemdir til formanns allsherjarnefndar Þuríðar Víum. Endilega gerið það og ég veit að nefndin mun fara mjög gaumgæfilega yfir þetta mál og svo skoðum við það bara hvort við gefum ekki einmitt rýmri tíma til að ræða þetta mál í haust því að þetta er gríðarlega mikilvægt að það fari vel þetta mál. Ég ætla að gera núna 10 mínútna hlé á þessu fundi svo fólk geti staðið upp og við erum búin að sitja núna í klukkutíma og 3 korter. 10 mínútna hlé. Já. Jæja, þetta er að byrja. Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 51. mál. Það er tillaga til þingsályktunar sölu fasteigna. Það er spillt á landi Mosfells í Grímsnesi, framsögumaður Steindór R. Haraldsson og tekur hann út til máls. Forseti. Var það ekki? Þetta er síðar umræða. Já, þetta er síðar, heyrðu, fyrirgefið þið. Það er breytingatillaga við málið, sem að gengur lengra og það er Óskar Magnússon sem að flytur hana og tekur hann út til máls. Já. Gjörðu svo vel, Óskar. Forseti, það kom að því að ég gat tekið orðið á Steindóri. Já, tímamót. Gott hjá þér. Ég flyt nú breytingatillögu við þessa tillögu sölu á þessari tilteknu spildu. Ástæðan er sú að ég tel að það sé nærlægara og skynsamlegra að við gerum, það liggur fyrir fasteignastefna þjóðkirkjunnar sem er ágætt og það sem ég er að tala fellur algjörlega undir hana og að henni og snýst það að í stað þess að selja einu og eina spildu eftir því sem einhver áhugi dúkkar upp einhver staðar og einhver tíma og jafnvel að ganga svoleiðis fram að setja það á dagskrá á rafrænu aukakirkjuþingi eins og það sé liggi líf við að klára einhverja sölu að þessi stað þá verði ákveðið að það fari fram að bara á vegum rekstrarstofu kirkjunnar ítarlega athugun á því sem að má svo sem gerast í fleiri en einni lotu, við skulum segja að það fari fram athugun á því hvaða spildur við eigum sem að heppilegar getur verið til þess að leigja, ekki selja, heldur leigja frá okkur til þess að láta heimila á þeim byggingu frístundabyggðar. Það sem ég hef hér í huga er það að gera heildstæða úttekt, við getum skipt þess eftir landshlutum ef við viljum, byrjað á 1 eða 2 og haldið svo áfram og byrja það sem kannski við höldum að eftirspurnin sem mest og þá myndum við til dæmis í þessu tilviki sem hér ræðir segja, hér er 28 hektara spilda
Við teljum að þar megi koma fyrir 28 eða 56 eða hvað mörgum frístundahúsum og við bjóðum þetta til leigu til eins eða tveggja aðila eða einhverja félagasamtaka eða hvað það til 20 eða 30 ára eða hvað annað talið heppilegt og leigjum þetta þannig frá okkur á þess að ég ekki að tala það að við sjálf stöndum í framkvæmdum eða einu eða neinum, heldur bara leigjum þetta fyrir lóðir af þessu tagi á skikkanlegum stöðum fæst ekki minna en 100.000 og líklega 200.000 fyrir hvert á ári. Og ef við gerum þetta á allnokkrum stöðum landið, þá erum við að búa okkur til nýjan tekjustofn sem að getur skipt tugum milljónum, sennilega 100 milljónum mjög fljótlega og bara alvöru mál í því að styrkja tekjustofn og búa til nýjan tekjustofn af þjóðkirkjunnar í stað þess að selja frá okkur eignirnar. Ég að tala hér eignir af þessu tagi sem tillagan sem nú liggur fyrir gerir ráð fyrir, þar að segja eignir sem ekki eru varða neinum ásýnd eða tilgang eða rekstur kirkjunar eða jarðarinnar sem á staðnum. Og mér finnst þetta miklu skynsamlegri leið. Það ekkert sem liggur á, sem knýr á það þessi tiltekna tillaga hér nú sé samþykkt og það miklu skynsamlegri að taka, Suðurland og Vesturland í fyrstu lotu, taka þar helstu jarðir og finna það út tiltölulega fljótlega hvað hægt að búa til margar frístundalóðir úr því, hvað eðlilegt að hægt sé að leigja það verktökum eða öðrum sem áhuga hafa á því að einhverjum frumkvöðlum sem áhuga hafa á því að byggja upp slíka byggð, þeir myndu þá sjá vegagerð og lagnir og allt slíkt. Það eina sem kemur til greina kannski að við getum gert þess að auka verðmæti lóðanna, ég hef það svona inn að sviga, það væri að við getum hugsanlega látið deiliskipuleggja, en lengra myndum við ekki ganga. En út á þetta gengur tillaga mín og ég held að hún skýri sig að öðru leyti sjálf. Orðið laust. Sigurður Grétar Sigurðsson og síðan Axel Arnarsson Njarðvík. Já, forseti, nú sit ég í fjárhagsnefnd og skrifa undir tillöguna sem að borin fram og stend alveg við það. En í sjálfu sér í prinsippinu tekið algjörlega undir það sem Óskar að segja. Og þetta held ég sé nefnilega mjög mikilvægt að verði farið í og þetta hefur svo komið fram í samtölum, allavega meðan innan nefndarinnar brestur ekki minni og allavega hefur þetta komið til tals við framkvæmdastjóra, reksturstofu og svona. Þannig að þetta umræða sem algjörlega í gangi og einmitt þyrfti að setja í formulegan farveg og þannig að þetta sjónarmið sem mjög mikilvægt og ef ég man rétt orðalag tillögunnar þá gengur hún út af það að framkvæmdanefnd fái heimild ýmist til að selja eða leigja, þannig að ég held að þetta þurfi ekkert að útiloka hvort annað. En mér finnst þetta mikilvæg umræða sem Óskar með. Búinn. Ég þagnaður, aldrei slíkur. Hefur lokið máliðinu? Já. Til máls tekur Axel Arnarsson Njarðvík og eftir honum biskupinn á Hólum. Forseti, ég fagna þessari tillögu hans Óskar, en bendi jafnframt á að sambærilegt verkefni þegar í gangi og var samþykkt á kirkjuþingi 2021 í 23. máli og fleiru þar í kring þingsályktun verkáætlun umhirðu jarða þjóðkirkjunnar. Og þetta var 10 ára verkefni. Samfara þessu var loftslagsverkefni þjóðkirkjunnar með Stóruþotni, minnispunktar og nýtingu endurheimt votlendis, landgræðslu og skógrækt á jörðum þjóðkirkjunnar lagt fram, þar sem gagngert var dregið fram hvaða jarðir hættu álitlegar til skógræktar eða votlendis endurheimtunar og meðal annars nágrannajörðin Breiðabólstaður, til dæmis sem kom okkur á óvart að þar væru yfir 1000 hektarar fyrir sunnan veg sem
fáir kannski gera sér grein fyrir að kirkjan ætti feikilega mikið og gott svæði. Ég segi þetta til þess að halda í þessu samhengi fyrri starfa, fyrri kirkjuþinga og jafnvel kirkjuráðs, en heildstætt þarf að hafa þetta í huga hvað á að gera, því að selja bit og bita, og ég tek til dæmis Vola í Flóa sem voru 70 hektara minni mig, hefðu nýst ágætlega til annarra tekjuöflunar, en eingreiðsla upp á hvað 25 milljónir eitthvað svoleiðis fengu fyrir jörðina í stað fyrir að fá kannski 3 til 5 milljónir á ári fyrir hana í kolefniseiningum eða slíkum. Þannig að ef samþykkt verður að hafa þá að sjálfsögðu þessa sögu í huga og eins líka það sem verið að gera nú þegar með einum eða öðrum hætti. Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum. Já, forseti. Mér hugnast ágætlega þessi breytingatillaga Óskars og ég held nú sé í samræmi við bæði það sem kemur fram í fasteignastefnu þjóðkirkjunnar varðandi svona seljaspildur og eins skulum við ekki gleyma skýrslu sem var skilað til kirkjuþings á síðasta ári sem var starfshópur sem fór yfir jarðir kirkjunnar á landinu og ég veitti forstöðu og þetta svona í samræmi við það að varast það að vera að selja eignirnar, jarðirnar, frekar að reyna að fá tekjur af þeim meðal annars með leigu. Og ég vil bara minna á að fyrir mörgum árum var samþykkt á kirkjuþingi að skoða þetta sérstaklega varðandi jörðina Háls í Fnjóskadal. Og það til dæmis dæmi jörð sem mætti deiliskipuleggja þannig að yrði sem sagt skipt upp í lóðir til leigu. Og ég algjörlega sammála Óskari því að ég held að þetta sé pínu svona, ef við horfum til langra framtíðar, þá sé þetta dálítið hluti af því að kirkjan verði sjálfbærari í því að fjármagna störf sín. Þannig að ég held að þetta sé betra heldur en að við séum að grípa svona eitt og eitt sem kemur upp út af því að einhver sýnir einhverju spildu áhuga, þá tökum við það alltaf sérstaklega fyrir í staðinn fyrir að sé bara stefna sem svona nokkurn veginn í gangi þó að alltaf megi náttúrulega taka eitt og eitt mál til skoðunar í því. Þannig að ég myndi svona vilja að þingfulltrúar skoðu vel þessa breytingatillögu. Takk. Til máls tekur Árni Helgason og eftir honum talar Steindór Unubek Haraldsson. Forseti, ég í sjálfur sér ekkert ósammála þessari tillögu Óskars, en það hefur við margoft rætt þetta í framkvæmdanefndinni, þetta það sem að þurfið að gera. Mér finnst þetta eins og kannski ekki vera beinlínis breytingatillaga við málið, vegna þess að annað útilokar ekki hitt. En ég vil líka benda á þetta varðandi leiguna, menn eru ofta að ræða þetta og sérstaklega undir sumarhúsabyggð, að vandinn eins og ég sé það, ég sé ekki annað en að samkvæmt nýju lögunum sumarhúsabyggð sem var samþykkt held í 2008 eða 2008, það gert ráð fyrir því að landeigendur þurfa að leysa til sín þær eignir sem eru á lóðinni þegar leigu lýkur. Og það auðvitað getur þýtt verulega fjárútlát fyrir kirkjuna ef að við færum þá leið að leigja lóðir undir sumarhús og ætluðum svo að gera eitthvað annað við þá seinni tíma, nema sé þá tekin ákvörðun það að gera það aldur og ævi. Ég held líka að kostnaðurinn við það að fá deiliskipulagið og síðan leigutekjurnar að þetta sé nú kannski minna heldur menn gera sér oft grein fyrir. Og Óskar nefndi 100 til 200.000 í leigu, það nú algengt þetta sé svona í kringum 70 til 100.000 og þannig og ég held að það sé nokkuð ljóst að á þessum 25,8 hekturum þá komum við nú ekki 50 lóðum, við kannski komum svona 40 lóðum eitthvað slíkt. En hins vegar þetta ég sé ástæða til að skoða þetta og ég sammála efni tillögurnar og gera enga athugasemd við það, en eins og ég segi, ég sé ekki að
þetta sé bein breytingatillaga við þessa tillögu sem að fram komin að gefa heimild til þess að selja eða leigja þessa sérstöku spildu. Og það rétt að það komið til vegna þess að áhugi var sýndur á þessu og við töldum rétt að kanna það hvað væri mögulegt að fá fyrir þetta. Það felur ekki í sér að það hafi nein ákvörðun verið tekin að selja eða leigja, heldur eingöngu að skoða málið einmitt með það í huga að sjá hvað hægt að gera úr þeim eignum sem við eigum. Og því lögðum við þessa tillögu fram og hún var samþykkt í fjárhagsnefnd. Takk fyrir. Til máls tekur Steindór R. Haraldsson og eftir honum Benjamin Hrafn Böðvarsson. Steindór, gjörðu svo vel. Já, forseti. Já, ég þetta fór nú, þetta var mikil umræða þetta í fjárhagsnefnd, hvað ætti að gera og bróðparturinn af fjárhagsnefnd var í raun ekki hrifinn af því að selja erðir og það kom alveg skýrt fram þar að sú tíð væri í raun liðin. Þetta var gert samþykkt svona og vísaði til orða Árna að það væri svona meira verið að kanna hvað fengist fyrir þetta og alls ekki að rjúka til og selja. Tillaga Óskars mjög góð. Við þurfum að búa okkur til framtíðar tekjustofnar, hvernig sem við förum að því og þetta svona leið sem að virðist vera fær. Og Grímsnesi þar sem þetta og þetta sé nú ekki svona nein glæsileg spilda sem að þarna að ræða, þá Grímsnesið eitt af vinsælustu svæðum fyrir sumarhúsabyggðir hér á höfuðborgarsvæðinu. En það spurning hvað hægt að koma þessu hvernig hægt að koma þessu áfram, þannig að það verði eitthvað úr þessari tillögu Óskars, að hún komi til framkvæmda. Ég sammála henni í hjarta mínu að fara þessa vegferð og en sko svo annað sem ég vildi segja að maður nú verður stundur samdauna ýmsu sko, ég hef reykjum á það og eitt í tillögunum sem að ég átti hér að flytja var það að fela framtíðarnefnd að framkvæmdanefnd að annast sölu á þessu, það hefði náttúrulega átt að vera rekstrarstofu ef allt rétt er gert. En það annar handleggur, það svo önnur breytingartillaga þar ef að þessi tillaga hefði verið samþykkt og ég hefði samþykkt hana. En ég áskil mér rétt til þess að taka bara, þó ég hef skrifað undir þessa tillögu hjá fjárhagsnefnd, þá áskil ég mér fullan rétt til þess að endurskoða það ef að þessi tillaga Óskars kemur til atkvæðagreiðslu, þá mun ég styðja hana. Takk fyrir. Til máls tekur Benjamin Hrafn Böðvarsson og eftir honum Einar Már Sigurðarson. Já, forseti. Mér finnst það áhugaverð breytingartillaga hjá honum Óskari og mér langar bara svona að spyrja hans vonandi getur hann brugðist við. Ég bara spyrja, þú veist, hvernig þetta framkvæmt, þú veist, og hverjir sjá þá þetta, mun þetta þá ekki heyra undir rekstrarstofu eða það framkvæmdanefnd sem að mun sjá þessi mál. Síðan það bara, og á þetta við þessa tiltekna spildu, sér Óskar fram á það eða hefur hann verið að hugsa það að þessi tiltekna spilda sem við ætlum að selja eða ekki, þú veist, hægt að leigja hana undir þetta sem að ræðir. En síðan það bara þessi önnur spurning mín, þurfum við raun og veru að selja þessa spildu? Erum við það illa í stakk búin að við þurfum að losa okkur við jörð eða spildu? Þar sem að ég bara mótfallið því að selja jörð án á borð nema algjörlega nauðsynlega þurfi. Erum við það illa stödd að við þurfum að selja frá okkur jörð í staðinn fyrir að bíða og kanna aðra möguleika? Takk.
Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og síðan Óskar Magnússon. Forseti, bara örfá orð þetta, ég tek undir með Árna, ég er svona að velta fyrir mér sko hvort þetta teljist beint breytingartillaga, kannski frekar viðbótartillaga nema Óskar sé sem sagt á því að það er skipt út tillögunum. Ég sé ekki annað en sé hægt að samþykkja þær báðar og vil leggja áherslu á það að það er alls ekki verið að ákveða sölu, heldur hreinlega verið að heimila sölu eða leigu. Og það er alveg klárt að þetta er ekki eitthvað sem er verið að gera vegna þess að það verða að fá pening í kassan. Heldur þetta fyrst og fremst verið að kanna í andarumverulega tillögu Óskars hvaða möguleikar eru í stöðunni. Þarna er einn möguleikinn og það liggur út algjörlega ljóst fyrir og það held ég séu allir sammála að það er ekki verið að hugsa neina útsölu á þessum hluta jarðarinnar, heldur verið að kanna nú ef viðunandi verð fæst í öllum samanburði, þá verður tekin ákvörðun það sjálfstæð að selja það ekki. Hinn möguleikinn er að leigja. Þriðji möguleikinn sem að sjálfsögðu líka upp á borði, það er hreinlega að gera hvorugt og halda bara þessum skika ennþá innan jarðarinnar. Og það er rétt að taka það fram líka eins og hefur komið fram hérna hjá nokkurum að þetta nákvæmlega þessi leið sem Óskar er að lýsa og ég vil lýsa yfir stuðningi við tillöguna sem slíka vegna þess að þetta er nákvæmlega það sem við viljum gera og höfum verið að ræða og þannig er bara verið að ramma það inn sem er hitt besta mál og raunverulega nauðsynlegt að gera. Þannig að ég held að við séum öll saman þetta að athuga hvaða leiðir eru vanlegastar en ég sé ekki út af fyrir sig að breytingartillaga Óskars eða tillaga Óskars að hún þurfi að útiloka allt svo hérna fyrri, það er að segja að sá möguleiki sé að kannaður einnig vegna þess að það er ekki verið að ákveða eitt en eitt í þeim efnum og ég held ég tali fyrir munn allra í framkvæmdanefndinni að það og trúlega framkvæmdastjóri líka og allra sem að þessu myndu koma að það er sko engin að velta fyrir sig einhverju útsölu og þetta er ekki út af neinni neyð, heldur er raunverulega verið að safna bara í sarpinn hvaða möguleikar í stöðinni til að finna hérna bestu leið og það kemur vel fram í nefndaráliti fjárhagsnefndarinnar að það er heldur engin áhugi fyrir því að vera að selja sko hitt og þetta heldur einmitt að sé allir möguleikar kannaðir og einn möguleikin þetta raunverulega þessi að selja spilduna en til þess að vita samanburðin þá þurfum við að láta á það reyna og þannig raunverulega bara verið að fá heimild til þess að auglýsa og kanna málið. Til máls tekur Óskar Magnússon og eftir honum Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, það er best að taka af tvímælum það að tillaga mín felur í sér að það sé inn í tillögunni sé hafnað. Og það er ekki rétt sem Árni og Einar Már segja að annað útiloki auðvitað ekki hitt. Það er þetta augljóst mál. Ef eignin er seld þá verður hún ekki líka leigð. Það var alltaf að ræða það mikið meira. Og ef að það er svo að það vantar ekki peningana og það liggur ekkit á og þá bara kanna, þá er þetta alveg augljóst mál að það er miklu skynsamlegra að leggja þetta bara mál til hliðar, þessa sölu hugleiðingu sem að, já, menn segja að liggja ekkit á með en það liggur nú samt svo mikið á að hún er komin hér inn á rafrænt aukakirkjuþing eins og ég hef sagt. Þannig að ykkur er nú hraðinn. Og ef að menn eru bara þessu að ganni sínu til þess að kanna verðmæti, þá er til fullt aðferðin til þess. Og ég get sagt ykkur bara svona úr hausnum á mér hér nokkurn veginn hvað land í Grímsnesinu kostar og ég á þar land. Og ég get sagt ykkur hvað það kostar víða annars staðar. Þannig að, og þetta vita menn sem er að fást við sölu jarða bæði undir sumarhúsabyggð og ýmist annað. Þannig að það er engin sérstök nauðsyn á því að taka einhverja prinsip ákvörðun á kirkjuþingi að selja hugsanlega 28 hektara spildu í Grímsnesi, auglýsa hana að bara ganni sínu. Við skulum ekkert vera að því. Við skulum bara vinna, eins og ég sagði, kerfisbundið að því að sjá hvað við eigum, hvað við höfum í höndunum og sjá hvort að það borgar sig að hefjast handa það að búa til úr því sjálfstæðan tekjustofn fyrir kirkjuna. Verðið á slíkum eignum í útleigu á slíkum eignum að sjálfsögðu mismunandi. Það er þó ekki 70.000 eins og Árni segir, það er 100 til 200.000 og það hef ég eftir þeim fasteignasala sem að mest og lang mest fæst við sölu jarða og
og spildna á Íslandi og hefur gert í áratugi. Þannig og það þekki ég bara hér úr nágrenninu og það þekki mig víða að, og þannig að það eru þarna raunverulega miklir peningar. Og svo ég svari því nú sem var spurt að framkvæmdin, ég sé hana einfaldlega þannig fyrir mér og það geta búið til nefndir alla hluti. Við erum með rekstrarstofu og það ekkert flókið mál fyrir rekstrarstofu og nú þarf kannski einhverja skipulagsmenn með sér, þeir eru reyndar til innan kirkjunnar líka, ágætir menn, sem að fara yfir jarðirnar og horfa á þetta hvort að það eru fleiri spildur á þessu tagi. Þannig að ég held að þetta þurfi ekki einu svona að kosta mjög mikið og þurfi ekki að taka mjög langan tíma. Hvað varðar þessa tilteknu spildu, svo ég botni þetta nú með því, þá var það nú þannig að sá sem að hefur borið víurnar í hann ætlar akkurat að gera það sem ég er að tala um að við eigum að gera. Og af hverju ætlar hann að gera það? Vegna þess að hann telur að það sé business í því. Hann telur sig geta haft upp úr því að gera þetta og ég er bara að biðja okkur um það að láta ekki taka tækifæri og handla á okkur á óþörfu og það er búið að segja að við þurfum ekki peningana, okkur liggur ekki lífið við og svona finnst mér þetta bara að segja sér nokkuð sjálft. Takk. Já, til máls tekur Þuríður Björk Víum, Árnadóttir, eftir henni talar Sigurður Grétar Sigurðsson og eftir honum Bryndís Malla Elídóttir. Já, forseti, ég fagna efni þessara tillögu. Þetta hefur oft verið rætt að það þurfa að mynda eignastefnu fyrir þjóðkirkjuna og það var á þinginu 20-21, 16. mál kirkjuþings, þar var samþykkt að skipa 3 manna nefnd sem myndi vinna mótun heildstæðrar eignastefnu þjóðkirkjunnar og mér langar kannski bara að spyrja hvort það hafi eitthvað orðið úr þeirri vinnu, ég bara man ekki eftir því og man ekki eftir að þessi hópur hafi verið myndaður. Mér langar líka að benda á eitt sem er þessu kannski ótengt en í nýrri fasteignastefnu sem við samþykktum í mars og ég hafði nú margt út á að setja, þar samþykktum við það að fela rekstrarsviðinu að samþykkja leigu á spildum og lóðum. Þannig að samþykkja leigu á lóðum og jörðum og spildum þarf ekki lengur að fara fyrir kirkjuþing, bara sölurnar. Bara svo við gerum okkur grein fyrir því að við erum búin að fela rekstrarsviðinu þessi völd nú þegar, af því það hefur, þetta kom fram áðan. Og við erum auðvitað með fleiri en 1 og fleiri en 2 og ég held mér að segja fleiri en 3 starfsmenn á fasteignasviðinu okkar sem eru mjög áhugasamir þessi mál og ég held að sé alveg hægt að fela þeim að skoða þetta eins og Óskar sagði og koma með einhverju tillögur til okkar í staðinn fyrir einhver nefnd endilega sé að kanna hverja einustu jörð sem er í okkar eigu og koma með tillögur inn á þingið, eitthvað sem að gæti svo kannski verið úrelt eftir nokkur ár og þá þarf að fara aftur í þessa vinnu. En ég er alveg sammála að fara í að mynda þessa eignastefnu þar sem að við erum kannski almennt sammála að til dæmis selja ekki jarðir heldur nýta þær og samræma þær við umhverfisstefnuna og vinnu þessar nefndar sem að ég man ekki hvað heitir sem Axel nefndi áðan. En mér finnst svolítið erfitt að samþykkja þessa breytingartillögu svona, ég hefði viljað fá þetta bara sem sérstakt mál inn á þingið að það yrði farið í þessa vinnu. Ég treysti að fjárhagsnefndin sé búin að fara mjög vel yfir þetta sérstaka mál og mér langar til þess að treysta þeim bara fyrir þessar tillögu sem þau eru að bera fram, en ég styð það að það þurfa að fara í þessa vinnu með þessa eignastefnu. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir eftir henni Árni Helgason. Forseti, þakka umræðuna sem er búið að vera á þessu rafræna þingi okkar. Mér langar hins vegar að vekja athygli á að við í þessu máli erum við að heimila sölu. Því hér er aðeins búið að vera að tala að framkvæmdarnefnd muni kanna málið og skoða málið, en tillagan sem hér liggur fyrir að við erum að heimila sölu. Og mér finnst líka athyglisvert ef við skoðum þetta aðeins í stærra samhengi út frá fjárhagsstöðu kirkjunnar. Er hún þá þannig hjá okkur í dag að við verðum að bregðast við með sölu ef eitthvað kemur upp á? Og það finnst mér eitthvað sem við þurfum virkilega að skoða hjá okkur. Við þurfum að hafa betra land undir fótum fjárhagslega svo við þurfum þá ekki að grípa til svona hugsanlegra einstakra inngripa, af því ég er líka sammála því sem að Óskar er að nefna að við þurfum þessa heildstæðu sýn og hún hefur sannarlega átt sér stað meðal annars eins og Gíslinn Gunnarsson nefndi áðan í fasteignastefnu og þeirri vinnu sem var á síðasta kjörtímabili og við mögum heldur ekki gleyma þeirri stefnu.
En ég veit að fjárhagsnefnd búin að skoða þetta mjög vel og treysti þeirri góðu vinnu sem hún hefur lagt þar fram, en ég samt engu að síður svolítið hugsandi yfir þeirri stöðu sem við erum í ef við þurfum að selja spildu til að bjarga ykkur einstaka máli. Takk. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson. Það forseti. Sko ég held að sko vissulega fjárhagsnefnd hefur fjallað einmitt þetta og það auðvitað eins og fram hefur komið svona skýr vilji að sko nefndarinnar almennt eigi ekki að vera að selja. Ég held að bara þessi umræða líka myndi senda það mjög skýr skilaboð til framkvæmdanefndar að horfa fyrst og fremst á leigu frekar heldur en sölu ef við gefum okkur það að málið verði samþykkt. Varðandi áhyggjur Árna af því að kirkjan eða landeigandi þurfi hugsanlega að kaupa upp eignir við lok leigutíma, þá ég ímynda mér að það sé eitthvað til að hafa áhyggjur af vegna þess að ef við værum annað borð að leigja land undir sumarhús eða frístundahús, þá held ég við hljótum að horfa alltaf á það að það varanleg ráðstöfun á því landi. Að það ekki til 30-40 ára, við getum frekar horft á það til 1000 ára sko. En það þarf náttúrulega líka fyrir hvernig leigugjald breytist og nú þekki ég ekki alveg hvað viðmið eru í þeim efnum, hvort að það sé bara einfaldlega verðtryggt eða hvernig menn geta komið út úr því að auðvitað væru aldrei að fara að kaupa upp heilu sumarhúsahverfin frekar en bændur sem eru með sumarhúsalóðir er að gera það. En þetta vissulega mjólkurkýr sem nauðsynlegt að skoða vel. Ég hef lokið máli mínu. Til máls tekur Árni Helgason og endilega gefið merki að þið viljið taka til máls. Árni, gjör svo vel. Árni Helgason. Þarna kom þetta forseti. Fyrst vildi ég nú bara nefna það að ég nýbúinn að selja 2 sumarbústaði þar sem að leigan var nær 70.000 heldur en 100.000, þannig að ég þarf ekkert að spyrja Óskar að því. Og annar þeirra í nágrenni hans og ég taki það nú fram. Síðan sko það sem að við þurfum að velta fyrir okkur ef við ætlum að fara að leigja land undir sumarhúsabyggð, þá spurningin svo ætlum við þá að fara að gerast landeigendur og leigja til einstakra aðila og ég satt að segja ekkert viss það að við séum rétti aðilinn til að standa í slíku. Fá deiliskipulagið og leigja síðan út lóðirnar og ég held að menn þurfa að skoða það mjög alvarlega ef menn vilja fara þá leið hvað það felur í sér. Síðan held ég að eins og ég sagði áðan, ég alls ekki á móti þessari hugmynd Óskars og ég tel reyndar að rekstrarstofan sé að vinna í þessu og við höfum verið að ræða mörg mál í framkvæmdanefndinni sem einmitt lúta af þessu og þannig að þetta verkefni sem að þar unnið og ég sé ekkert af því að samþykkja þetta sem sérstaka tillögu en það sem ég átti við að annað útiloka ekki hitt það ekkert vandamál að veita þessa heimild til þess að til sölu. Það ekki þar með sagt hún verið notuð og það alveg ljóst að skilaboð fjárhagsnefndar þegar þetta var rætt þar var það að það lítill vilji að selja spildu og alls ekki á neinu hrakvirði. En ég vil taka það fram líka að þessi spilda þetta til sérstaklega staðsett í jörðinni, þannig að þetta svona eins og útnári í henni og það ekki víst að þetta myndi hafa mikil áhrif á verðmæti jarðarinnar í heild og ég bendi á það að fasteignamat jarðarinnar mjög lágt. Síðan þetta með fjárhagsstöðuna, ég átta mig nú ekki alveg á þessar umræðu hérna, við erum með 200 milljón króna gat í fjárhagnum og menn tala hér eins og við höfum nóga peningum, við þurfum ekkert að velta því fyrir okkur. En hins vegar algjörlega ljóst að sala ef til sölu á þessari spildu kæmi breytir ekkert miklu í því samhengi. Það alveg ljóst og hún ekki seld ef það yrði ofan á til þess að bjarga fjárhagsstöðu kirkjunnar. En hins vegar þurfum við náttúrulega að átta okkur á því að fjárhagsstaðan bara slæm og við þurfum að halda áfram á þeirri ferð sem við höfum verið að lækka kostnað.
Það er algjörlega ljóst, við getum ekki annað því annars blæður okkur út á næsta árum. Síðan já, þannig að ég legg til að þessi tillaga fjárhagsnefndar verði samþykkt. Takk fyrir. Til máls tekur Óskar Magnússon. Þau eru nú að vera komin fram flest sjónarmið í þessu. Það vantar ennþá inn í myndina samt hvað það er sem veldur því að það er svona mikill þungi á því að selja þessa tilteknu eign akkúrat núna. Ég hef ekki fengið fullnægjandi skýringu á því og hér taka menn hverjum annan þveran undir það að það kunna að vera skynsamlegt að staldra við og huga þessu skipulagi sem ég er að nefna. Nákvæmlega hvernig það er útfært kemur þá í ljós í þeirri vinnu. Þannig að ég spyr bara, er eitthvað sérstakt knýjandi sem veldur því að við erum hér að eyða löngum tími í það að velta fyrir okkur að selja tiltekna spildu í Grímsnesinu? Mér heyrist að það séu allir sammála það að við viljum yfirleitt ekki selja fasteignir og mér heyrist með að vera ágætlega sammála það að það sé skynsamlegt að skoða hinn möguleikann, hvernig sem hann verður. Við eigum þá ekki bara að slá þess á frest og samþykkja tillögu mína og fella hina tillöguna. Þær geta ekki báðar komið til framkvæmda og það er ekkert sérstakt tilefni til að samþykkja þetta akkúrat núna. Það er rétt að taka það fram af því að það virðist ekki hafa komist í skil að það stendur í tillögunni að ég er ekki að gera ráð fyrir því og ég held að það sé sennilega ekki heppilegt að kirkjan standi í því að selja til einstakra aðila eða leigja fyrirgefið. Ég sagði einmitt og það segir í tillögunni að við erum að tala um það að selja heildstætt til aðila sem hefur í hyggju að skipuleggja og gera sér fjárhagslegt mat úr landinu með því að leggja þar vegi og lagnir og annað sem þarf. Ég hef ekki séð það fyrir mér að kirkjan geri það. En það er það flókin administrasjón fyrir okkur, hins vegar tel ég að það kom alveg til greina að kirkjan gangist fyrir því að tiltekin spilda, við skulum bara nota þessa ákveðnu spildu þarna, hún sé deiliskipulögð. En það er svona bara eins og ég segi úrvinnsla sem kæmi þá í vinnunni á rekstrarstofu það hvort að það sé heppilegra á hvaða verðmætisaukningu það fæli í sér að vera búin að því áður en hún er boðin til leigu eða hvort að það er bara að láta það eftir þeim sem að við tekur. Þannig að já, ég ítreka þetta bara og legg til að tillagan verði samþykkt og þar með falli hinn tillagan verði hún felld. Steindór, ert þú að biðja orðið? Já, ég var að því. Já, gjörðu svo vel. Já, forseti, já, ég bara í ljósi þess að hér í umræðinu þá lít ég nú svo á að þessi tillaga verði óskast að því að hún gengur lengra en hinn og hún verði tekin til afgreiðslu og verði hún samþykkt þá kemur hinn tillagan aldrei fram. Þetta er minn skilningur. Vegna þess að, og ég held að þetta sé svona. Ég veit ekki hvort ég á að vera leiðinlegur, en ég var að velta því fyrir mér, en sko, ég ætla að vera það aðeins, að sko, það kemur alltaf fram að, og það pirrar mig pínulítið og ég er best að segja það bara, að þegar að verða að leggja fram svona tillögur eins og þessa, þá kemur það alltaf fram að framkvæmdanefnd er á fleygiferð í rekstrarmálum þjóðkirkjunnar. Mér finnst þetta alveg afleitt og ég tók bara ekki eftir þessu þegar maður er samdöina þessu. Ekki fyrir en að ég sá breytingatillögu sem kom frá Stefáni. Ég held að ég ætla bara að benda á þetta þegar nefnd sem er að vinna. Ég átti nú vona því jafnvel að kæmi eitthvað meira frá starfshópunum sem er að óskar fyrir eða þau eru saman þrjú þarna með ágætis fólk. En ég skil það vel að það sé ekki hægt að ræða það á viðkvæmu stigi, en það er í mínum huga alveg ljóst eins og ég kom aðeins að í málunni hér á undan að við verðum að
að hafa rétta hluti á réttum stað. Og það er algjörlega mín skoðun að löggjafarvaldið á ekki að blanda sér í framkvæmdavaldið. Framkvæmdavaldið á ekki að blanda sér í kirkju eða í vígðu þjónustu né löggjafarvald og vígð þjónusta á ekki að vera að vasast með rekstrarmál. Þetta er mín skoðun og það hefur komið í ljós allar götur síðan að lýðræði fór að þróast á Vesturlöndum að þegar þessu öllu er ruglað saman þá býður það upp á spillingu og það er þess vegna sem settið er skilrum á milli þrískiptingu valdsins. Ég ætla ekki að hafa þessi orð lengra. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er þá umræðu lokið breytingatillöguna, þannig að ég ber breytingatillöguna hans Óskars upp. Þeir sem geta samþykkt hana gjöru svo vel að gefa merki með því að rétta upp helst á að það sjáist vel ef þið getið sett hendina á skjánum hjá okkur. Ég ætla að biðja Guðmund og Hermann að telja fyrir mig. Og er þetta sömu aðeins sem við komum hérna inn? Ég skulle byrja að telja aftur. Setið þið gulu höndina á ef þið mögulega getið. Ég held ég og 9, Magnús. Já, það er að koma upp að það saman eftir, kemur Magnús Elvarsson aftur upp. Ég ætla að vera bara með nafna, eða vera bara með nafnakall þegar þetta sé langt best. Það er Anna Gretarsdóttir, segir. Já, nei. Auður Thorberg Jónasdóttir. Já. Axel Árnason Jarvík. Það segir nei í bili. Árni Helgason. Nei. Áslaug Kristjánsdóttir. Áslaug. Já. Benjamin Hrafn. Já. Nei, hún er ekki Bryndís Malla. Nei. Drífa Hjartardóttir segir já. Einar Már Sigurðarsson. Nei. Einar Örn Björgvinsson. Nei. Eva Björg Valdemarsdóttir. Já. Gígja Eyjarsdóttir er ekki mætt, er það. Guðni Már Harðarsson. Jú, hann er komin aftur. Heyrðu, ég er ekki búinn að sjá, ég kom aftur fyrir svona 10 mínútum, ég veit ekki hvað breytingin til hann snýst alveg, hún gengur samt lengra en ég get sagt að ég satt hjá okkur og ég almennt vill ekki selja neinar jarðir, það er bara mitt prinsip. Já, þá segir bara já, er það ekki, eða hvað ég veit ekki, getið þið lesið breytingatillöguna? Já, við skulum bara, það er ekki hægt. Heyrðu, það er Hildur Inga Rúnarsdóttir. Hildur Inga. Jú, hún er inni. Jónína Rós. Já. Ég ætlaði bara að segja, ég sit hjá að því ég hvorki veit hvað og gerði það í hinu, ég er ekki búinn að heyra til Hildur Inga. Bara tek hann aftur eftir Jónína Rós er búin að svara. Konráð. Já. Kristrún Heimisdóttir.
Já, Hildur Inga segir nei. Kristrún. Bíða með hana. Magnús Erlingsson. Forseti, ég segi já. Margrét Eggertsdóttir. Ég segi nei. Óskar Magnússon. Já. Rúnar Vilhjálmsson. Rúnar. Þú ert á mute, Rúnar. Já, hann segir já, hann er Sigurður Grétar. Ég segi já. Sigurður Grétar Sigurðsson segir nei. Já, Stefán Magnússon. Já. Steindór Uniberg Haraldsson. Já. Guðríður Björg Víum Árnadóttir. Nei. Þá bara teljarar, hvað segið þið? 12 segja já, 10 segja nei. Ég ætla, Já. já, 12 segja já og 10 nei. Ég ætla aftur að spyrja, Kristrún Heimisdóttir, ert þú á línunni? Já, það er kannski svolítið, hún á náttúrulega bara að passa eitthvað sem sko. Það er ekki niðurstaðan þegar þið eru búin að telja. 12 segja já og 10 segja nei og aðrir sitja hjá eða taka ekki þátt í afgreiðslu málsins. Þannig að breytingartillagan er samþykkt. Og þá lítur svo forseti þannig á að tillagan sem kom frá fjárhagsnefnd, hún sé þá bara úr sögunni. Og þannig er málið afgreitt frá kirkjuþingi. Þá tökum við fyrir kosningar í nefndir og stjórnir. Það batnar verst. Aðeins að bakka tilbaka. Ég sagði bara að það væri samþykkt. Já, það er þannig. Þannig að málið með ákveðnum breytingum. Já. Þá er komið að því að skipa í fyrst launanefnd. Já, Hermann er opnað þetta svo þið sjáið nöfnin, þetta er frá forsætisnefnd. Já, það er niður fyrir. Það er niður fyrir alveg. Það sem til að byrja sko. Þarna, tillögur forsætisnefndar að nefndin sem kirkjuþing kýs fyrir tímabili 1. júlí 2023 til 30. júní 2027. Launanefnd, aðalmenn, þar Egill Heiðar Gíslason, Laugarnessókn, Gunnar Þór Ásgeirsson, endurskoðandi í Dómkirkjunni, Ragnhildur Bendisdóttir, lögfræðingur, formaður, Anna Guðrún Sigurjónsdóttir, Grafavogssókn og Davíð Stefánsson í Nessókn sem eru varamenn, þau tvö. Eru aðrar tillögur? Svo eru þið að biðja um orðið? Nei. Ef svo er ekki, þá skoðast launanefnd samþykkt og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Þá er það stjórn Skálholts. Eina breytingin sem er lögð til í stjórn Skálholts er að ég, Drífa Hjartardóttir, gef ekki kost á mér áfram í stjórn Skálholts. Ég er búin að vera þar síðan 2014 og tillagan er þá þannig að það kemur bara einn í staðinn fyrir mig og það er sem er tillaga aðalmenn, það er séra Óskar Óskarsson, hann hefur verið varaformaður í Hrunaprestakalli, Sólborg Steinþórsdóttir er hótelstjóri og við leggjum til að Þorsteinn Pálsson fyrrverandi ráðherra verði formaður Skálholtsstjórnar. Varamenn Ásborg Þórsdóttir, ferðamálafulltrúi, Olga Egonsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála
og Þórarinn Þorfinnsson bóndi Spóastöðum. Eru aðrar tillögur? Sigurður Grétar. Ég er með fyrirspurn, bara svona til upplýsinga, Sólborg Steinþórsdóttir, hótelstjóri, það er væntanlega ekki hótelstjóri Skálholts, er það? Nei. Hún er hótelstjóri víða land og ekkert nálægt Skálholti. Ég lít svo á að stjórn Skálholts með þessar tillögu sé bara samþykkt og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Síðan er það Strandarkirkjunefnd, aðalmenn séra Jón Ragnarsson, séra Sigríður Munda Jónsdóttir, Þorlákshafnarprestakalli og Ragnhildur Benediktsdóttir lögfræðingur, formaður, og varamenn Eiríkur Guðlaugsson lögfræðingur hjá okkur og Guðmundur S. Brynjólfsson diakoni og Margrét Jónsdóttir Gaulverjabæjarsókn sem bóndi og var á kirkjuþingi. Hún er bóndi. Eru fleiri tillögur? Það er ekki, þannig að þessi tillaga er samþykkt og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Það er ekki það sem að... Þá er nú bara komið að lokum þessa fundar. Forseti hyggst ekki slíta kirkjuþingi, heldur bara að slíta þessum 11. fundi núna. Það getur vel verið að til þess komi að við verðum að koma saman og þá er betra að boða bara til fundar. En ég vil bara þakka okkur fyrir alveg feiknarlega góða og málefnalega umræðu hér í dag. Þetta er búið að vera mjög upplýsandi og margir tekið til máls og þannig að það eru á sjálfsögðu skiptar skoðanir öll mál, en ég held að við séum bara ágætri réttri leið og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir fundarsetuna og vegna ykkur öllum vel og gangið glöð út í sumarið. Þessu fundi er slitið. Takk fyrir fundinn. Takk.